Jæja, góðan daginn. Velkomin öll. Ég heiti Halla Þorvaldsdóttir og ég framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins. Það mér sérstök ánægja að bjóða ykkur hingað í dag í þennan merkisviðburð, 70 ára afmæli. Ég hef nú ekki boðið í það enn, ekki prívat. En 70 ára afmæli krabbameinsskráningar á Íslandi. Það ekki svo lítið. Okkar bíður mjög áhugaverð og metnaðarfull dagskrá. Þetta ekkert smáræðisprógram. Og við förum í dag allt frá því að heyra um það hvernig þetta byrjaði allt saman. Komum við í nýjum verkefnum og nýjungum og förum svo alla leið yfir í það að velta fyrir okkur hver séu næstu skref og hvað framtíðin ber í skauti sér. Allt þetta auðvitað og hefur verið alveg frá upphafi með það að markmiði að ná betri árangri í glímunni við krabbamein. Ég var á fundi samtaka Norrænu krabbameinsfélaganna fyrir nokkrum vikum og þau samtök hafa stutt fjárhagslega mjög myndarlega við samstarf Norrænu krabbameinsskrána í gegnum tíðina. Sérstaklega þó 2 verkefni, gagnagrunninn Nordkan sem samstarf allra Norrænu skrána og svo mjög svona sérstakt fyrirbæri. Næstu því svona eitthvað náttúruundur sem heitir Norræni sumarskólinn í faraldsfræði. Það ekki? En þessi verkefni hafa verið styrkt þarna í mörg ár og núna í apríl var svo bætt við nýjum styrk, veglegum styrk til 3 ára, þar sem á að þróa tól við hliðina á Nordkan í raun og veru, sem sérstaklega ætlað til þess að geta áætlað árangur af forvörnum. Þannig að þarna sannarlega verið að horfa fram í tímann og hlúa að verkefnum sem að okkur eru öllum til gagns. Á þessum sama fundi þar var maður sem að man nú tímana tvenna í sambandi við skráningu krabbameina, mikill áhugamaður siglingar. Og hann lýsti því að krabbameinsskrárnar, þær hefðu í raun og veru það hlutverk í öllu því sem varðar krabbamein, sama hlutverk og kompás í siglingum út á hafi. Og þetta eflaust hárrétt, en ég vil nú bæta við þetta, því að við vitum að kompásar og önnur siglingatæki, þau eru til lítils ef að það ekki almennilegur skipstjóri borð sem veit hvað hann á að gera og það dugar ekki einu sinni ef að flegið ekki gott. Hvað varðar íslensku krabbameinsskrána, þá höfum við verið mjög heppin hvað þetta varðar. Við höfum haft úrvalsskipstjóra í gegnum tíðina og ég held að mér sé alveg óhætt að segja það að Krabbameinsfélagið hefur tryggt það að skipið sé gott, þannig að siglingin hefur getað farið fram við bestu aðstæður í fullu umboði landlæknis sem einmitt var að ganga í salinn. Og það á býsna góðum tímapunkti því að okkur ekki til setin á boðið. Ég set þetta 70 ára afmælismálþing og býð fyrsta gestinn velkomin, Dr. Alma Dagbjört Möller, landlæknir. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl, kæru félagar og afsakið að ég á sein, en stundum bara svolítið mikið að gera. En það mér mikil ánægja að vera hér í dag og ég vil byrja á að óska afmælisbarninu Krabbameinsskrá Íslands og aðstandendum hennar innilega til hamingju með 70 afmælið og afmælisbarnið ber aldurinn vel. Krabbameinsskráin var stofnuð 10. maí 1954 og þar hafa síðan verið skráð nánast öll krabbamein og forstig hérna á Íslandi og skráin þannig til heillar þjóðar
og meðal elstu krabbameinsskráa sem starfræktar í heiminum og það mun hafa verið að tillögu ýmissa framsýnna manna sem þáverandi landlæknir Vilmundur Jónsson fór þess á leit við Krabbameinsfélag Íslands en sagan verður jú rakin nánar á eftir. Nú, landlæknir hefur alla tíð verið það sem kallað ábyrgðaraðili skrárinnar en félagið vinnsluaðili og samstarfi formgert með ýmsum hætti. Og árið 2007 þá fékk skráin stoð í lögum landlækni og lýðheilsu því að alltaf þegar verið að safna svona miklum upplýsingum þá þarf að vera lagastoð að baki. Og síðan í minni tíð þá höfum við undirritað ítarlegan þjónustusamning, gert vinnslusamning og uppfært starfsreglur. Og Krabbameinsfélagið hefur staðið straum að hluta rekstrakostnaðar en svo kom til árlegt fjárframlag úr ríkissjóði sem fer í gegnum embættið og það vel. Nú það hefur gengið vel hjá Krabbameinsfélaginu að starfrækja skrána og það hefur byggst upp veruleg reynsla og þekking hjá félaginu þar að lútandi. Og frá upphafi hefur verið lögð áhersla á gæði og áreiðanleika skrárinnar og þykir hún sérstaklega vel gerð og örugg enda býr starfsfólkið yfir staðgóðri reynslu í faraldsfræði, tölfræði, skráningu, meðhöndlun og framsetningu gagna. Og tilgangur skrárinnar jú að afla þekkingar krabbamein hér á landi, hafa eftirlit með greiningu og meðferð, tryggja gæði og meta árangur og það heimilt að nota upplýsingar úr skránni, til dæmis við gerð áætlana gæðaþróun og fyrir erfðaráðgjöf og kannski nú fyrst og fremst notuð til vísindarannsókna að fengnu leyfi vísindasiðanefndar og úr efni við skrárinnar hafa nú verið birtar yfir 600 vísindarannsóknir í samvinnu innlendra og erlendra aðila. En oftar þörf en nú nauðsyn að fylgjast vel með tölfræði og þróun í tilurð krabbameina sem og að afla vísindalegrar þekkingar því við blasa áskoranir sem munar og sem krefjast samtakamáttar okkar allra. Við vitum að heilbrigðisþjónusta nútímans eins og við rekum hann í dag ekki sjálfbær til framtíðar því að kostnaður og eftirspurn vex vegna hækkandi lífaldurs sem jú vel, vegna fjölgunar þeirra sem hafa langvinna sjúkdóma og tilkomin nýrra og dýra meðferða. Og samfara erfiðleikar við mönnun og hlutfallsleg fækkun vinnufæra eins og við skilgreinum þá í dag. Og svo verður að auki meðferðin sífellt flóknari og kröfur allra meiri. Loks svo risaáskoranir eins og sýklalyfjaónæmi og áhrif loftslagsbreytinga sem verða mikil á heilsu og hagsæld. Og að mínu mati tvennt mikilvægast til að mæta þessum ógnum og áskorunum og annars vegar að bæta lýðheilsu og minnka þannig eftirspurn eða seinkunni eftir þjónustu og hins vegar að finna nýja leiðir til að nýta heilbrigðisþjónustu og fjármuni með sem skilvirkustum hætti. Og í báðum þessum yfirþyrmandi verkefnum þá mun krabbameinsskrá koma að notum. Og við vitum nokk hvað framtíðin ber í skauti sér þegar krabbamein annars vegar. Vegna hækkandi aldurs og fjölgunar íbúa mun einstaklingum sem greinast með krabbamein fjölga verulega á næstu árum og áratugum. Og auk þess mun og sem betur fer þeim fjölga sem lifa lengur með sjúkdóminn í krafti framfara í meðferð. Og byrði krabbameina í samfélaginu mun því aukast til mikilla muna og eins og ég segi, það okkar allra að horfast í augu við það og yfirstíga þessar áskoranir. En fátt nú samt með svo öllu illt því að sú vísindalega þekking sem orðið hefur til á undanförnum áratugum, meðal annars hér, veitir okkur tækifæri til að takmarka þessa byrði. Við þekkjum áhættuþættina, áfengi, tóbaksnotkun, óhollt mataræði, ónóga hreyfingu, loftmengun, mengandi efni, geisla og sýkingar. Allt þetta sterkar breytur sem auka líkur á krabbameini og mörgum öðrum sjúkdómum.
og það er talið að koma megi í veg fyrir þriðjung eða jafnvel helming krabbameina í heiminum með því að forðast áhættuþætti og með því að innleiða forvarnir sem byggja á gagnreyndum vísindum. Og vonandi munu svo tækni eins og framfarir í erfðavísindum hjálpa okkur enn frekar. Fræðsla, heilsuefling og forvarnir munu þó skipta sköpum í þessari baráttu. Og innan forvarna þá vitum við að snemgreining krabbameina er mikilvæg, annars vegar með fræðslu einkenni þeirra og greiðu aðgengi að heilbrigðisþjónustu og hins vegar í gegnum lýðgrundaðar skimanir. Og hér á landi leiti Krabbameinsfélagið stórbrotið frumkvöðlastarf í skimun íslenskri þjóð til heilla. Og eftir örðuleika við yfirfærslu er það trú mín og von að horfi til betri vegar og að okkur muni takast að framkvæma skimanir samkvæmt gagnreyndri og bestu þekkingu. Og það sem liggur fyrir það er að bæta mætingu kvenna í skimanir og það er bara unnið hörðum höndum að því. Og loksins verði að segja hillir undir að skimun fyrir krabbamein í ristli og enda þar með hefjist. Það vonast til að hún hefjist í nóvember. Nú, kæru félagar, ég vil fyrir hönd embættis landlæknis, sérstaklega mín og Sigríðar Haralds Elínadóttur sem er erlendis á vinnufundi, þakka gott og farsælt samstarf kemur að rekstri krabbameinsskrár. Ég vil líka fyrir hönd íslensk heilbrigðiskerfis þakka starfsfólki rannsóknarseturs og krabbameinsskrár óeigingjarnt starf í gegnum tíðina við skráningu, vísindarannsóknir og gæðastarf og sömuleiðis Krabbameinsfélaginu fyrir brautryðjendastarf þess. Kæru félagar, ég árna Krabbameinsskrá Íslands allra heilla. Megi henni auðnast að hjálpa okkur að efla þekkingu á forvörnum og meðferð svo við megum fækka þeim sem fá krabbamein, fjölga þeim sem lifa og bæta lífsgæði sjúklinga og aðstandenda. Gleðilegt málþing og góðar stundir. Takk fyrir þessi góðu orð, Alma, kærlega. Ég ætla að vera örlítið praktísk. Þið sjáið dagskráin metnaðarfull. Við stefnum að því að ljúka formlegri dagskrá svona 5. Þá förum við hérna niður á fyrstu hæðina, þá fáum við einhverja næringu og líka tónlistaratriði. Svo ætla ég líka að segja ykkur að því þetta þing er nú ekkert léttmeti. Að þá þurfum við að hafa svona skemmtiatriði. Þessi hérna fer á loft til fyrirlesara þegar það eru 3 mínútur eftir af tímanum og þessi hérna þegar það er mínúta eftir. Og þeir eru þrautreyndir, þeir hafa farið í gegnum mörg málþing og staðið sér vel. En það er sérstök ánægja að bjóða hingað upp ekki skipstjórann sem er núna, heldur þann sem er nýhættur. Hanna Laufeyju Tryggvadóttur sem við erum enn að venjast í húsinu að sé ekki hérna alla daga. Það hefur tekið dálítið á, það er maður svona nærri því tekur sig að vera komin með símtólið upp og segja, ég verð að hringja aðeins í Laufeyju. En ég hef ekki gert það enn. En afar ánægjulegt að fá þig hingað í dag og þar sem þú fjallar Krabbameinsskrá Íslands, sögu, þróun og rannsóknir. Gjörðu svo vel. Komið sæl og gaman að vera með ykkur hérna á þessu stóra afmæli og takk fyrir kynninguna, Halla. Og þá ætla ég að fara á mikilli hraðferð yfir 70 ára sögu og vona að það takist áður en að minnst rauði kallinn kemur þarna á eftir. Já, veitir nú við. Get ég ekki gert page down? Hvernig ger ég þetta? Þannig, ég byrja að
að tala brautryðjendurna og þar myndi ég halda Níels Dungal fremstur í flokki því hann var í nokkur ár að skrifa það alveg aftur og aftur að það þyrfti að stofna hér krabbameinsskrá. Þarna var búið að stofna krabbameinsskrá í Danmörku og hann var svona vel tengdur erlendis og fylgdist vel með og hann sagði til að geta náð árangri í baráttunni við þennan skæða óvin fyrsta skilyrðið að þekkja hann. Og hann réði svo Halldóru Thoroddsen til að byrja að skrá á 10. maí 1954 og hún var alveg frábær og hún var hér gjaldkeri þegar ég byrjaði, hafði verið framkvæmdastjóri í mörg ár og bæði mjög klár og flott kona og skemmtileg og gaman að syngja með henni. Ólafur Bjarnason var aðeins fyrsti yfirlæknisskránar, hann var meinafræðingur eins og Níels og þeir voru báðir sem sagt eins og Hrafntúlni segir í ársskýrslunni, ég hef búin að leggjast inn í gamla ársskýrslu því ég var undirbúið þetta, maður er búin að gleyma þetta allt mörgu, maður sér það þegar maður fer að skoða þetta, en Hrafn sagði, hann kallaði þessa skrá rannsóknastofu í faraldsfræði krabbameina oft í ársskýrslunum. Og það var hún frá upphafi og Níels, Ólafur Bjarnason birti ýmsar greinar og eina af þeim var svo þekkt að þegar ég kynnti mig einhvern tímann í útlöndum fyrir löngu síðan fyrir einhverjum faraldsfræðingi þá sagði já, ertu frá Íslandi? Það eina sem ég veit um Ísland það grein eftir Ólaf Bjarnason og hvernig nýgengi brjóstakrabbameins breytist með aldrinum. Þetta var áður en Vigdís kom til og Björk og Eyjafjallajökull. Og en Níels, hann birti líka margar merkarannsóknir og var mjög mikill frumkvöðull og hann bæði skrifaði háa dánartíðni okkar af völdum magakrabbameins sem var með í hæsta í heiminum og í Lancet og líka skrifaði hann í Lancet um lungnakrabbamein og reykingar en þá voru við að íslenski karlmenn að reykja heldur minna en svona nágranna þjóðakallar og hann spáði því að hér myndi aukast mjög nýgengi lungnakrabbameins á næstu áratugum sem gekk algjörlega eftir og hann var líka brautryðjandi í partíhöldum vegna þess að hann var örugglega svo ein á þessum tíma sem bauð ekki upp á sígarettur í veislum hjá sér. Það þótti mjög einkennilegt. Norræn samvinna hefur semst verið frá upphafi mikil og rosalega gagnleg og góð og þetta náttúrulega verið bara mikil fagmennski í þessu öllu saman og mikil þekking hjá þessu fólki sem hefur starfað í kringum okkur sem betur fer og samvinna við bestu sérfræðinga á sviði faraldsfræði, bæði norræna en líka var Hrafn Tulinius, hann var í 7 ár hjá Alþjóða krabbameinsrannsóknastofnuninni í Lyon og hann var hér yfirlæknir 1975 og hann var búinn að kynnast þar alveg þeim sem voru fremstir í flokki á sviði faralds- og líftölfræði þarna úti og til dæmis Nick Day var annar af þessum helstu líftölfræðingum, hann var með Hrafni í fyrstu rannsóknunum og þannig að það kom strax svo mikið svona inn af mikilli þekkingu. Svo fékkst erlendur styrkur til þess að fara að safna ættum brjóstakrabbameinssjúklinga og það var náttúrulega sama hugsun eins og svo síðar hjá Decode á miklu stærri skala en þetta ættasafn var rosalega mikilvægt. Þarna var svo ráðin mjög góð manneskja, Gurrí, hvar ertu? Þannig ertu, beint fyrir fram að mig og hún kemur 82 og fór svo að gera mjög margt annað líka en þetta ættasafn upp á 1000 konur með brjóstakrabbamein og það var reynt að hafa það óvalið, ekki svona með bæjas á ættasögu og það kom til mikill að nota svo síðar þegar var verið til dæmis að leita að brjóstakrabbameinsgenunum. Svo var stofnuð tölvinnustofa hjá félaginu. Það var vegna þess að það var búið að safnast upp mikið af gögnum og þurfti að vinna úr þeim og þau voru ekki aðgengileg og ég kem inn í það þá 88, hún er stofnuð 86 og Stefán Aðarsteinsson var fyrst með þetta. Svo kem ég þarna og ég fekk fyrsta verkefni var heilsusögubanki félagsins sem var þá, ég gerði þá breytulýsingar og það var þurfti að taka hann allan saman. Og svo tölfræði aðstoð við deildir félagsins. Við settum upp, ég og Gurrí settum upp gagnagrunn á tölvunni hjá skránni en áður hafði allt verið útvistað og þarna fór þá þekkingin að færast meira inn í félagið. Og tölvunarfræðingur, tókst að ráða tölvunarfræðingi hlutastarf 1989
og þannig að og svo fengum við lifunarforrit frá Timo Hakulinen í Finnlandi sem var til að reikna hlutfallslega lifun en Timo hafði raunverulega skrifað fundið þessa aðferð sem hefur svo verið þróuð áfram og hann var síðan yfirmaður finnskuskrárinnar, tölfræðingur og svo fengum við með rannsóknarstofunni í kjallaranum, hún fekk nú megni af því en við líka vorum öll saman í að sækja þessa styrki, það kom 80 milljónir króna á þeirra tíma verðgildi til að rannsaka brjóstakrabbamein frá bandaríska hernum og þótti nú svolítið skrítið að þykja styrk frá þeim en þetta var sem setti herinn mikla peninga vegna þrýstings á þessum árum bandaríski í svona rannsóknir. Og þannig að svona þróaðist hægt og rólega þessi tölfræði lýsandi tölfræði sem við höfum og á fínu heimasíðu félagsins. Og svo 2001 þá var Hrafn hættur og Jón Gunnlaugur Jónasson tekur við sem yfirlæknir og ég þá sem formlegur framkvæmdastjóri. Nú og eins og Alma nefndi fengum við loksins lagagrunn 2007 sem var mjög mikilvægt af því að þarna var orðin mikil umræða persónuvernd og einn til dæmis maður vildi láta segja konuna sína úr skránni og maður þurfti náttúrulega að hafa eitthvað til að standa á. Og það tókst svona vel og við erum þarna undir 8. grein í þessum lögum landlækni og lýðheilsu og Alma búin að segja frá því að við erum núna rekstraraðili samkvæmt samningi við embættið. Nú svo það norræna samstarfið og þessar skrár á Norðurlöndunum 5 eru stofnaðar 43, fyrsta svo danska og svo síðasta svo sænska 59. Og þarna var mikil og góð samvinna frá upphafi og fyrsti fundur stjórnenda krabbameinsskrána haldinn í Finnlandi 1966 og hér síðan voru samtök norrænna krabbameinsskráa stofnuð á Laugarvatni 1984 og ég var ekki komin þá en ég heyrði margar sögur af þessu aðallega í sambandi við einhvern sterkan drykk sem hafði óvart orðið of áfengur og ég förum ekki nánar út í það. En ég sjái hér mynd af einum stjórnarfundi sem var haldinn hér 2018 og þetta í janúar og þetta nú fyrir COVID en samt eru 2 þarna rafrænt inni. Það var bara því að það var svo mikið óveður hérna þau náðu ekki að fljúga hingað frá Noregi. Og þannig Elínborg komin, hún kemur 98 og hún þarna varamaður Helga Birgis á þessum stjórnarfundi. Og það hún sem hefur nú mestan heiðurinn á okkar þátttöku í Nordkan-gagnagrunninum. En sem sagt þetta norræna samstarf hefur snúist norræna rannsóknir, norræna sumarskólann og Nordkan sem búið að nefna hér. Og ég ætla aðeins að segja frá norræna sumarskólanum. Þar höfum við fengið annarkvort ár eru sendir nemendur og ég held að það séu 7 manns hérna inni sem hafa farið í þennan skóla. Og það hafa yfir 50 íslenski nemendur tekið þátt og hérna eru rosalega fínir læknanemar sem fóru þarna 2017 til 18 og þetta felst meðal annars í verkefnavinnu við skrárnar. Og fyrsti hópurinn fór 1991 og þetta mjög mikil uppáhaldsmynd hjá mér út af manninu sem í miðjunni og eins og við sjá tilgangur með þessum skóla var frá upp að lokka efnilegt ungt fólk inn í þennan faraldsvæði krabbameina rannsóknar heim og ég veit ekki alveg hvort það sé nú bara út af því sem Helgi situr hér en þetta hefur alveg greinið að skila góðum árangri að mínu mati. Nordkan það þessi fíni gagnagrunnur sem opinn öllum á netinu og mjög gaman og gagnlegt að skoða hann og það bara, maður getur bara að googla Nordkan og þá kemur hann upp og hérna bara eitt lítið dæmi það sem maður sér, þetta þá ristil- og endaþarmskrabbameins nýgengi á Norðurlöndunum og bláa lína neðst eru Finnarnir og alltaf verið með lægsta nýgengið og þetta eru kallar og svo sjáum við íslensku, hún hoppar svolítið, þó þetta mjög mikil sléttun í þessu, ef það væri ekki sléttu þá væri við bara eins og alveg rosaleg. Svíarnir eru gulir og svo efstir voru alltaf danirnir og svo sjáum við hvað gerðist í Noregi þegar olíugróðinn fór að segja til sín. Þeir rjúka þarna upp fyrir, maður veit náttúrulega ekki alveg hvernig það virkaði en maður ímyndar sér að þetta geti tengst í þetta nefnilega bæði hjá körlum og konum. Og það var gerð norræn rannsókn á þessu aðeins nánar og þetta eru að fyrst og fremst læristéttirnar sem hækkuðu svona mikið. Og áfengi, rautt kjöt og eitthvað fleira sem kemur þarna eflaust við sögum. Við gerðum könnun og gæðum krabbameinsskrárinnar sem birtum 2012, þetta tók svona nokkur ár og
sumir hérna inni unnu mikið í því og það var norrænn styrkur í norrænu verkefni sem Jóakim Dillner var í forsvari fyrir og alla skrárnar tóku þátt í, við fengum pening þaðan, gerðum úttekt samkvæmt fyrirmynd frá Alþjóðakrabbameinsrannsóknastofnuninni og niðurstaðan sýndi að það voru bara mikil gæði, bara svipuð og hjá hinum norrænu skránum og það var mjög góð þekjun líka. Við keyrðum skrána sama við vistunarskrá sjúkrahúsanna til þess að reyna meta hvort við mistum af einhverju. Mistum af mjög litlu en eftir þetta fórum við að fá líka upplýsingar beint úr vistunarskráni. Og hér staðan 2004 og þannig erum við sérstaklega mörg. Hér til dæmis Sigrún komin inn og hún kom inn í þetta á hópi að þetta bandaríska styrkverkefni og Hólmfríður kemur inn í það og hún sé ekki hér á mynd en núna skráningafulltrúi. Tók við af Sigrúnu en hún var þá að vinna á rannsóknastofu í sameinda og frumlíffræði hér í kjallaranum og svo fengum við líka náttúrulega pening fyrir það að vinna með Merkshjálp og Dóm í rannsóknum og þá gátum við líka ráðið fleiri meðal annars Þorgils lengst til hægri sem að gerði krabbameinsbókina okkar sem við gáum út fyrir 20 árum og þá opnuðum við líka heimasíðuna með fínu tölfræðin okkar. Svo að lokum áherslur í faraldsfræðilegum rannsóknum, það var náttúrulega brjóstakrabbamein og ættasaga frá upphafi og Hrafn Tulinius var að rannsaka það og ég kom svona inn í það og við áttum okkar þátt ásamt rannsóknastofunni hér í kjallaranum í að hjálpa til við að staðsetja BRCA2 genið og það byggði meðal annars á fína ættagrunninum. Það ekki orðið rautt. Aðrir áhættuþættir voru rannsakaðir, þetta náttúrulega bara dæmi helstu, það náttúrulega verið margt rannsakað hér. Fæðingarsaga, pillan, tíðahormónar og ofþyngd, áhrif og gæði skimuna fyrir krabbameinum í leghálsi og brjóstum og sortuæxla faraldurinn sem við höfum séð og við sjáum eiginlega það sem verst í því að karlmenn yfir 50 og eftir því sem eru eldri þá það meira áberandi að þeir eru að fá stærri æxli, lengra gengin og dánatíðnin að hækka. Aftur unga fólki, ég held bara að láti fylgjast svo vel með blettunum sínum og þar dánatíðnin ekkert að hækka. Þó svo að nýgengið hafi farið allt upp og niður þar. Samnorrænar rannsóknir, það má bara segja það að Norðurlöndin eru paradís faraldsfræðinga af því að við erum með þessa flottu heilbrigðisskrár og við erum með kennitöluna þannig að við getum tengt allt saman og töpum engum úr þýðinu og við höfum skoðað nýgengi og horfur og hve mikið hægt að fyrirbyggja með lífsstílsbreytingum og eftirfylgd tæplega 50.000 einstaklingar með krabbamein sem greindust á barns- eða unglingasaldri og þetta fékk stóran danskan styrk og við sendum eina íslenska unga konulækni sem doktorera í þessu fór út til Danmerkur og þetta hefur verið mjög mikið notaðar þessar niðurstöður í ýmsar eftirkvillar sem koma þarna fram. Nokkar störf og krabbamein á Norðurlöndunum, það er mikið verið rannsakað og það enn í gangi og Álfheiður meðal annars í því. Og Merkshjálp og Dóm rannsóknir við tókum sem stað okkar að fylgjast með hvernig vegnaði konum sem fóru í bólusetningu gegn leghálskrabbameini, bæði að skoða þá hversu lengi ónæmisvörnin myndi haldast og líka hvort það væri einhverjar aukaverkanir sem kæmu fram eins og að menn hafi verið hræddir með bólusetningar og það sáust ekki neinar aukaverkanir og þetta helst rosalega lengi þessi ónæmisvörn. Þetta eiginlega lokaorð. Bara segja lokum að hjá deildinni okkar sem heitir núna rannsóknarsetur krabbameinsskrá, þá koma þekking og aðferðafræði á sviði faraldsfræði krabbameina saman á einum stað á Íslandi. Hér miðstöð þáttöku í samnorrænum, evrópskum og alþjóðlegum samanburði á nýgengi, horfum og meðferð og þannig að við vitum bara hvar við stöndum í samanburði við heiminn. Og mikill fjöldi læknanema hefur farið hérna í gegn hjá okkur, meðal annars 2 sem að fengu norræna doktorstyrki. Og svo bara staðan í dag, Helgi Birgisson verður yfirlæknir 2016 og Sigríður Gunnarsdóttir forstöðumaður 2023. Og ég verð bara að segja það að við höfum haft alveg dásamlegt starfsfólk hér í gegnum tíðina og ekki virðist að vera versna. Hér bara alveg þessi frábæri hópur sem komið núna, svo við getum sagt að framtíðin björt. Kærar
Kærar þakkir fyrir þetta, Laufey. Framtíðin sannarlega björt. Ég hafði ekki áttað mig á því að það væri annað afmælisár, sem sagt, núna líka. Það sagt 40 ára afmæli norræna samstarfsins. Svo leghálsskimun á Íslandi líka 60 ára á þessu ári, þó það sé nú svona annað mál. En Alma nefndi mönnun og mikilvægi mönnunar áðan. Það auðvitað gríðarlegt lán þegar það fæst gott fólk í áhöfn, hvar sem er. Og það hljóp mjög á snærið hjá okkur hjá Krabbameinsfélaginu þegar að Álfheiður Haraldsdóttir, doktor Álfheiður Haraldsdóttir, réðst til starfa hjá okkur. Og hún ætlar að vera hér næst á dagskrá með erindi krabbamein í 70 ár, nýgengi, dánartíðni og lifun á Íslandi. Gjörðu svo vel. Heyrðu, takk fyrir kynninguna, Halla. Sjá, hvort ég ná að gera þetta. Hvað áttu Ída og Kristína? Já. Kæri gestir, bara takk fyrir að vera með okkur í dag á þessum merku tímamótum. Ég heiti Álfheiður og ég lýðheilsufræðingur og starfa á rannsóknarsetri Krabbameinsskrá og ætla að fara yfir nýgengi, dánartíðni og lifun krabbameina á Íslandi síðustu 70 ár svo og mér skilst ég hafi 8 mínútur til að koma því út mér. Er það? En það er ágætt að byrja og fara aðeins yfir þessi 3 hugtök sem við erum að skoða. Ykkur af okkur kannu þetta náttúrulega alveg. En árlegt nýgengi og dánartíðni krabbameina, eða incidence mortality á ensku, segir til fjölda krabbameina sem greinast og fjölda greinda sem deyja úr sjúkdómnum í tilteknu þýði á tilteknu tímabili, en oftast er talað ár og hér er svo deilt með fjölda í þýðinu. Bæði nýgengi og dánartíðni eru aldurstöðluð og yfirleitt gefin upp sem tíðni per 100.000 persónuár. Á þann hátt getum við borið okkur saman við aðrar þjóðir sem hafa aðrar aldurssamsetningar og fjölda íbúa. Og þannig er einnig hægt að gera samanburð á milli tímabila þar sem aldursdreifing í þýði er stöðugt að breytast. Krabbameinsskráin birtir einnig upplýsingar hlutfallslega lifun eða relative survival. Hlutfallslega lifun er skilgreind sem hlutfall af lifun sambærilegs hóps í þjóðinni sem samt nálgun fyrir sjúkdómssértæka lifun. Og þessi hlutfallslega lifun er aldurstöðluð með norrænu staðalþýði og þegar talað lifun erum við oftast að tala 5 ár. Og vegna fólksfæðar á Íslandi geta sveiflur í ofangreindum útreikningum verið svolítið sveiflur í þessum útreikningum og því eru nýgengi, dánartíðni og lifun alltaf birt sem hlaupandi meðaltöl yfir 5 ára tímabil. Og svona áður en við byrjum þá er staðan í dag. Þetta er stutt yfirlit tekið yfir árið 2018 til 2022, tekið það heimasíðunni okkar. Það eru tæplega 2000 manns sem eru að greinast á ári með krabbamein og rúmlega 600 deyja árlega af völdum þess. Meðalaldur við greiningu karla er 68 ár og kvenna 66 ár. Fjöldi fólks á lífi með krabbamein við lok tímabilsins voru tæplega 8000 karlar og 9500 konur cirka. Og til samanburðar má nefna að fyrstu árum skráarinnar voru að greinast það bil svona 300 mein á ári. Áhættan að greinast með krabbamein fyrir 80 ára aldur er 33% hjá bæði körlum og konum og því er sagt að 1 af hverjum 3 Íslendingum greinist með krabbamein. Svo við byrjum á nýgenginu og dánartíðni. Hér höfum við nýgengi og dánartíðni allra meina frá byrjun skráningar til 2022 sem 5 ára hlaupandi meðaltöl. Við sáum að nýgengið hjá körlunum sem er bláa heilalínan hækkaði jafnt og þétt þar til fyrir svona cirka 15 árum þegar það fór að lækka. Hjá konum hefur nýgengi verið talsvert lægra en hjá körlum en stefnir því miður núna upp á við. Á sama tíma var dánartíðnin hærri hjá körlunum en hún hefur þó líka lækkað mikið frá árinu 2000. Hjá konunum var dánartíðni stöðugri en vísbendingum lækkun allra síðustu árin. En hvað veldur þessari þróun? Hér ráða breytingar á nýgengi, dánartíðni
Nýgengi og dánartíðni algengustu meina miklu hreyfingar og heildar nýgengi. Og hér einmitt höfum við mynd af þróun nýgengis algengstu meina hjá konum og körlum. Ef við byrjum á körlunum, hérna vinstra megin hjá fyrir ykkur, þá krabbamein í blöðruhálskirtli langefsta sæti, það rauða línan. Og þrátt fyrir að töluvert hafi dregið úr nýgengi þess, það í efsta sæti þrátt fyrir að töluvert hafi verið dregið úr því. En breytingar á nýgengi þessara krabbameina tengjast að öllum líkindum færri mælingum á PSA í blóði, þess að prostate specific antigen. Ég ekki með nógu gott íslenskt orð yfir það. Og ef við skoðum konurnar á næsta riti hana, þá sjáum við að brjóstakrabbamein, það rauða línan, langefst og virðist sú lína vera á uppleið. Skýringar á stigvaxandi hækkun nýgengis brjóstakrabbameina eru margvíslegar og að stærstum hluta taldar tengjast áhrifum áhættuþátta eins og til dæmis yngri aldri við fyrstu blæðingar, færri barneignum, hærri aldur við fyrsta barn og einnig hefur hlutfall kvenna í ofþyngd aukist sem og neysla áfengis. Nýgengi lungnakrabbameins, sem sem sagt bláa línan á báðum myndum, var í örum vexti sem hægðist á 1990 hjá körlum en talsvert síðar hjá konum. En þessi gleðilega þróun tengist minnkandi reykingum hér á landi. Hins vegar hefur verið aukning á krabbameinum í ristli og endaþarmi hjá báðum kynjum. Lífsstílstengdir áhættuþættir þessara krabbameina eru meðal annars mikil neysla á unnum kjötvörum, lítil neysla á grænmeti, ávöxtum og trefjum, hreyfingarleysi, ofþyngd og neysla áfengis, en algengir flestra þessara áhættuþætta hefur aukist hér á landi. Ef að nýgengið skoðað lagskipt eftir aldri, ég ekki með mynd því miður, þá sést að nýgengið á niðurleið hjá eldra fólki en á uppleið hjá einstaklingum undir 50, því miður. Hér svo svipuð mynd og áðan, nema núna að vera að tala dánartíðni algengustu krabbameina eftir kynjum. Hjá körlunum, sem hérna vinstra megin, hægra megin hefur dánartíðni lækkað mikið síðasta áratug hjá þeim sem hefur greinst með krabbamein í blöðruhálskirtli og sem á lungum sem sjáum á rauðu og bláu línunum eins og áður. Frá 1995 hefur dánartíðni af völdum brjóstakrabbameins farið lækkandi og nú lægri en dánartíðni af völdum lungnakrabbameins sem þó hefur lækkað töluvert síðasta áratug. Lækkun á dánartíðni má líklega rekja til bættrar meðferðar krabbameina, minnkun reykinga og svo má minnast á að brjóstaskimun byrjaði hér 1987 sem útskýrir líklega hluta af lækkun á dánartíðni brjóstakrabbameina. Og ef við skoðum aðeins lifunina, ef öll krabbamein eru talin saman eins og á myndinni, þá má sjá að 5 ára hlutfallsleg lifun fyrir karla hefur farið úr rúmlega 20% frá árunum 1958 til 67 í tæplega 68% á síðasta tímabili. Og svipuð þróun hefur átt sér stað fyrir konur og lifunin nú 67%. Og ef við skoðum svo lifunina út frá 3 algengustu meinunum, þá sem sagt hlutfallsleg lifun fyrir krabbamein í blöðruhálskirtli 90%, sem sagt rauða línan, og krabbamein í brjóstum, líka rauða línan á hinni myndinni, lifunin 88% og hefur hún stöðugt farið hækkandi. 5 ára hlutfallsleg lifun sjúklinga með lungnakrabbamein hefur verið lengst 10%, en hefur nú loksins batnað á síðustu árum og lifunin núna 19% fyrir karla og 26% fyrir konur. 5 ára hlutfallsleg lifun fyrir ristil- og endaþarmskrabbamein, sem þá græna línan, hefur farið batnandi og það bil 70% í dag. Og svo smá samantekt. Líkgrundur skráning krabbameina áratugum saman gerir mögulegt að fylgjast með faraldsfræði krabbameina á Íslandi og bera saman við önnur tímabil og aðrar þjóðir. Þróun nýgengis krabbameina hjá báðum kynjum í takt við breytingar á áhættuþáttum og greiningarvirkni.
og lækkandi dánartíðni og batnandi horfur hjá báðum kynjum endurspegla framfarir í meðferð, snemgreiningum og árangur í forvörnum krabbameina. Bara takk fyrir. Takk fyrir þetta Álfur, þetta var vasklega gert. Ég sagði það var gott að fá hana við borð, sko. En ég veit ekki hvort að þið kannist við orðið gleðilæti. Það var, ég hef það úr gömlum svona úlend doff þáttum. Ég held að það hefði verið Túrilla, sem var færeysk, sem talaði um gleðilæti. Og það er þannig að það er ekki sjálfgefið, en hins vegar mjög dýrmætt þegar við fáum sérfræðinga heim frá útlöndum aftur. Og ég var stödd með starfsfólki krabbameinsskráningarinnar þegar fréttist að Dr. Sigurdís Haraldsdóttir væri að koma heim. Og þá urðu gleðilæti á deildinni. Og nú er Sigurdís komin hingað til okkar og ætlar að fjalla um klínískar krabbameinsrannsóknir byggðar á gögnum úr krabbameinsskrá. Gjörðu svo vel. Góðan daginn öllsömmul, gaman að fá að vera með ykkur hérna í dag á þessum gleði degi. Og gaman að vera komin aftur í þetta hús, því að ég var nú hér fyrir svona 25 árum að vinna hérna í kjallar á rannsóknastofunni með henni Helgu Ögmundsdóttur. Og svo álpaðist ég náttúrulega til Bandaríkjanna í 13 ár og þar eru krabbameinsskrár, við skulum segja að enginn veit hvað mist hefur því að það eru allt öðru meiði þar. Þannig að gott að vera komin aftur, ég er búin að vera hérna núna í 3 ár og suma daga á Landspítalanum þá líður mér svolítið svona því að við viljum auðvitað vera að framkvæma rannsóknir en við erum í klínísku starfi og þetta manni finnst stundum eins og sé við ofurefli að tefla hreinlega. Og það er auðvitað því að það er mikið að gera í klínískri vinnu og við erum fá og höfum lítinn tíma en auðvitað erum við með fullt af hugmyndum og viljum gjarnan vera að rannsaka. Og þá er einmitt svo gott að geta tekið upp símann eða skrifa tölvupóst til þessa fólks því að hér hefur auðvitað verið alveg frábært starf öll þessi ár og mann finnst einhvern veginn eins og það sé alltaf sól hérna í skólahlíðinni og auðvitað langar maður aðeins að segja ykkur frá því svona hvað við höfum verið að gera í klínískum rannsóknum og að sjálfsögðu þá eru margar klínískar rannsóknir á hverju ári sem að byggja gögnum úr krabbameinsskrá og engin leið fyrir maður að fara að telja það allt upp. En mér langar aðeins að segja ykkur frá 3 rannsóknum sem að ég hef verið að vinna í á sem mörgu góðu fólki og aðeins að segja ykkur hvernig það hefur leitt til framfara. Þá er fyrst að nefna linsheilkenni á Íslandi en til að segja ykkur aðeins frá linsheilkenni þá er þetta arfgengt heilkenni sem að eykur líkur á ýmsum krabbameinum og kannski sér í lagi ristilkrabbameinum og leghálskrabbameinum. Og það er nefnt eftir Henry Lynch, það er erfiðst ríkjandi og það eru rauninni 4 gen sem eru talin upp hérna í töflunni sem að geta verið, sem að fólk getur fæðst með stökkbreytingar í og eru þá í talsverð áhættu á að fá krabbamein eins og þið sjáðu þarna á þessum tölum og fyrir svona 10 árum að þá hafði enginn fundist með þetta heilkenni hérna á landinu. Og ég var úti við Ohio State University þá í mínu sérnámi í krabbameinslækningum og þar voru miklir sérfræðingar í þessu heilkenni, hérna meðal Albert LaChapelle sem við kannski kannist við. Og við ákváðum að fara á stúfana við Jón Gunnlaugur og fleira fólk og rannsaka þetta hér á landi og þetta hefði auðvitað ekki verið hægt nema með tilkomu krabbameinsskrárinnar. Því að þar var hægt að fá lista yfir öll greind ristilkrabbamein á 10 ára tímabili og það er auðvitað það sem maður vill byrja með því að gera ákveðna litanir á þeim og hérna sjáu þeim eitt leyfi sem að fékkst frá krabbameinsskrá sem var undirritað af Laufeyju á þessum tíma. Jón Gunnlaugur var yfirlæknir skrárinnar en var líka leiðbeinandi minn í þessu doktorsverkefni. Þannig að, og svo hérna fórum við svona aðeins síðar í samstarfi í Íslenska erfðagreiningu þar sem Þórunn Rafnar hefur náttúrulega verið alveg gríðarlega mikilvægur samstarfsaðili. Þannig mér langar aðeins að sýna ykkur hvað kom út úr þessu. Þetta var náttúrulega gríðarlega flókið verkefni og ég ætla ekki að fara yfir þetta í neinum smáatriðum hér en bara aðeins til þess að segja ykkur frá því að bæði ásamt því að finna öll þessi ristilkrabbamein sem hefur greinst á 10 árum
að þá var skráin líka mjög mikilvæg í því að gera svo kallað Cancer Risk Association Analysis, það er að segja það er arfgerðir sem fundust hjá íslenskri erfðagreiningu, juku þær raunverulega áhættuna á krabbameinum og þannig að gögn voru því mikilvægi í mörgum hlutum þessar rannsóknar frá skránni. Og þetta var svo birt 2017 og 2% ristilkrabbameinssjúklinga reyndust bera þetta heilkenni, 1 af 226 Íslendingum og það þýðir það eru yfir 1000 manns með heilkenni á landinu. Og hér sjáum við áhættuna á ristil og legbólskrabbamein á lífsleiðinni ef maður ber þessa breytingu í MSH6 og svo hún lægri ef að fólk ber breytingu í PMS2 geninu. En alveg klárt að við getum haft mikil áhrif og því erum við núna með eftirlit á Landspítala fyrir þessa einstaklinga. Þetta 100 mann sem eru komnir í eftirlit en við vitum samt að þetta eru 1000 manns á landinu þannig að það heilmikið starf eftir í að koma þessum upplýsingum út til fólks. Og þetta eftirlitið talsvert flókið, mjög margir sem koma að þessu og svo höldum við þetta áfram að rannsaka þetta. Og svo það brjóstakrabbamein og erfðir á Íslandi og hér sjáum við áhættuþætti brjóstakrabbameins sem eru áfengi, offita, sykursýki og langvinn brjóstbólga. En auk þess erfðir og þetta hafði rauninni lítið sem ekkert verið rannsakað á Íslandi en við vitum það úr erlendum rannsóknum að það svona alltaf 15% sem geta tengst stökkbreytingu í ákveðnum genum. Þannig að við fórum á stúfana bara fyrir 2 árum núna og aftur hér var svo mikilvægt að geta komist í krabbameinsskrána til þess að finna lista eða fá lista yfir öll greind brjóstakrabbamein á þessu tímabili, 22 ára tímabili. Og hér bættust líka við breytur úr gæðaskráningunni sem þið munu heyra meira aðeins seinna í dag, sem voru þá til yfir 3 ára tímabil en nú verið að bæta í þessa gæðaskráningu stanslaust og þetta verður gríðarlega mikilvægt fyrir okkur rannsakendur upp á það þurfi ekki að safna eins miklum gögnum og getum þá gert þessa rannsóknir styttri tíma. En allavega þetta var þá gert, rannsóknin var framkvæmd á BS-verkefni Ásthildur við læknadeild og var gert í samstarfi við Vigdísi Stefánsdóttur og erfðadeildinni og Íslenska erfðagreiningu Kára og Þórunni. Og aðeins að sýna ykkur hvað kom út úr þessu. Þannig að þetta reyndust þá vera 773 sjúklingar sem hefur greinst með brjóstakrabbamein á þessum árum, 22 árum og 73% áttu til einhvers konar arfgerð, annaðhvort gegnum Íslenska erfðagreiningu eða gegnum klínískt erfðapróf á Landspítalanum og 10% reyndust með stökkbreytingu í einu af þessum genum sem að tengjast áhættu á brjóstakrabbameini. Og hér sjáum við það og það var algengast að finna stökkbreytingar í BRCA2, svo við sjáum hér í súluritinu, en auk þess ATM og BRIP1, það voru svona algengustu genin. Nú skoðum við líka fjölskyldusögu gegnum ættartré og 15% af þessum sjúklingum með brjóstakrabbamein reyndust vera í ætt með svokölluðu fjölskyldulægu brjóstakrabbameini. Þess er allavega 2 einstaklingar í ættinni með brjóstakrabbamein. Og í kjölfarið þá byrjuðum við síðasta haust með eftirlit fyrir þá einstaklingar sem eru þá í hárri áhættu og þetta fer þannig fram að fólk kemur í erfðadeildina, það tekin blóðprufa og viðtal og svo fer það í segulómun einu svona ári. Og samhliða þessu erum við með rannsókn í gangi, alþjóðlega rannsókn til þess að kanna eða skoða hversu effektíft eftirlitið meðal annars og ýmsa aðra þætti. Og hverjir eiga að vera í hááhættu eftirliti myndi ég kalla þetta. Við þurfum auðvitað að muna það að flestir eru í lágri áhættu. Áhættan hjá þjóðinni 1% á lífsleiðinni. En við erum auðvitað að reyna að finna þessa einstaklingar sem eru í allan 5% áhættu. Það það fólk sem með mjög sterka fjölskyldusögu eða ber eina af þessum breytingum og með fjölskyldusögum brjóstakrabbamein og svo þarna hægra megin fólk sem í sérstaklega hárri áhættu og þetta fólk viljum við allt fá til okkar í erfðadeildina. Og síðan þriðja verkefnið verkefni sem við erum nú bara nýfarin af stað með en mig langar aðeins að sýna ykkur bara fyrstu niðurstöður og andhormónameðferð er það hormónameðferð sem beitt hjá konum og reyndast körlum með brjóstakrabbamein
og 90% brjóstakrabbamein eru staðbundin við greiningu og 70–80% hjá hormónaviðtæki. Og eftir aðgerð þá vitum við það að gefa þessa meðferð í allan 5 ár, dregur úr endurkomutíðni og lengi lifun. Og meðferðarheildnin hafði ekki verið skoðuð áður á Íslandi, en með samstarfi við skrána þá gjátum við fengið lista yfir öll brjóstakrabbamein sem hafa greinst á landinu þá núna á síðustu 20 árum. Og hér komin mjög góð gæðaskráning. Þannig að hér fengum við ekki bara hvaða einstaklingar þetta eru, heldur þá ýmsar breytur eins og hvort fólk hafi farið í skurðaðgerð, fengið lyfjameðferð og svo framvegis. Þannig að það er gríðarlega mikilvæg gögn. Og hún Gerður Eva er að klára BS-ritgerðina sína bara í dag og á skilin á morgun. En hún sem sagt vann þetta og þetta auðvitað gert í samstarfi við lyfjagagnagrunnin, landlæknisembættið og Landspítalann. Og hún skoðaði 3 ár þó sem við ætlum svo að skoða öll 20 árin, en á þessum 3 árum að þá reyndist 25% ekki meðferðarheildin, það er að segja hættu meðferðinni af einhverjum orsökum, aukaverkunum með öðru. Og það er auðvitað gríðarlega mikilvægt að reyna að herða fræðslu og að eiga við þessar aukaverkanir þannig að sem flestar konur geti klárað þessa meðferð. Við sjáum hún aðeins hærri ef að konur eru á þessum aromatasahemli heldur en tamoxifenni. Og svo stendur til að hún Stefanía sem er deildarlæknir, hún búin að skrá sig í doktorsnám og nú ætlum við þá að skoða 20 ára tímabil og hvernig þetta getur haft áhrif á endurkomu og lifun. Þannig að til þess að taka það saman þá held ég að klínískar krabbameinsrannsóknir eru náttúrulega gríðarlega mikilvægar fyrir framþróun okkar fags og lyftistöng þetta fyrir Landspítala og krabbameinsskráin hefur svo sannarlega verið með alveg ómetanlegt framlag fyrir okkur. Mér langar bara til þess að þakka ykkur fyrir að taka alltaf vel í þegar við hringjum eða sendum tölvupóst. Við höfum átt alveg gríðarlega gott samstarf við okkur og gæðaskráningin mun auðvelda okkur rannsóknir og efla gæðaeftirlitið okkar, það er engin spurning. Og þá langar mér bara til þess að óska ykkur til hamingju með daginn og þakka fyrir samstarfið. Takk fyrir þetta, Sigurdís, og ég held að megi alveg bæta við allavega miðað við þær rannsóknir sem hún kynnti hér að þetta er ekki bara til framfara fyrir Landspítala, heldur einmitt fyrir almenning, ekki síður. Íslensk erfðagreining er sá aðili sem hefur hagnýtt mest af gögnum úr krabbameinsskrá og doktor Þórunn Rafnar er einn af þessum merkilegu vísindamönnum sem að tekst einhvern veginn alltaf að halda eldinum lifandi. Hún ætlar að fjalla notagildi krabbameinsskrár í erfðafræðirannsóknum, en hún er ekki hér, þannig að það er á myndbandi, ekki satt? Þú setur í gang. Ef við ekki að klappa samt fyrir Þórunn. Sælt verið fólkið, ég heiti Þórunn Rafnar og er deildarstjóri krabbameinsrannsókna hjá Íslenskri erfðagreiningu og við höfum unnið með krabbameinsskráni síðustu 25 árin og mér þykir afleitt að missa því að vera með ykkur í dag. Þannig að ég ákvað að stökkva út í djúpalaugina og búa til stutt myndband sem kemur á framfæri því sem mig langar til að segja við ykkur í dag. Markmið íslenskrar erfðagreiningar er að auka þekking á því hvernig breytileikar í erfðaefninu tengjast þróun sjúkdóma, þar á meðal krabbameins. Og í þessum tilgangi þá hefur íslensk erfðagreining safnað saman gríðarlegu magni af erfðaupplýsingum íslensku þjóðina. Og þetta hefur verið gert með því að fá sýni, það var úr Íslendingum, 165.000 manns hafa tekið þátt í rannsóknum okkar og gefið sýni sem hafa verið arfgerðargreind. En síðan getum við notað ættfræðiupplýsingar sem eru til hjá þjóðinni til þess að reikna út arfgerðir ættingja þáttakenda sem eru látnir. Einstaklingar sem fæddust fyrir meira en 100 árum síðan og voru látnir löngu áður en íslensk erfðagreining tók til starfa. Þetta er gríðarlega mikilvægt fyrir rannsóknir á sjúkdómum eins og krabbameini. En
Erfðaupplýsingar einar sér hafa ekkert gildi ef ekki eru til frekar upplýsingar þáttakendur, svo sem sjúkdóma. Og krabbameinsskráin hefur gegnt lykilhlutverki í að gera rannsóknir íslenskrar erfðagreiningar á krabbameini mögulegar. En af hverju viljum við finna erfðaþætti sem tengjast krabbameini? Fyrsta augljósa ástæðan sú að ef við vitum að einstaklingur ber stökkbreytingu eða erfðabreytileika sem eykur mjög líkur á að viðkomandi fái krabbamein, þá hægt að beita erfðaráðgjöf til þess að koma í veg fyrir það. Og þetta hægt að gera ýmist með tíðri skimun til þess að finna mein á læknanlegu stigi. Nú það eru fyrirbyggjandi aðgerðir sem koma í veg fyrir myndun krabbameins og síðan eru fyrirbyggjandi lyfjameðferðir. Síðan á síðustu árum þá hafa verið þróuð lyf sem eru henta sérstaklega einstaklingum sem hafa slíka erfðabreytileika. Og þetta til dæmis eru til lyf núna sem að gagna sérstaklega einstaklingum sem hafa stökkbreytingar í BRCA2 eins og þekkt hér á landi. Nú að lokum aukin þekking á líffræðilegum orsökum og framþróun krabbameins mun á endanum leiða til þróunar nýrra aðferða til að vinna bug á þessum skæðasjúkdómi. Og hvernig förum við að því að finna erfðabreytileika sem tengjast krabbameini? Það í raun og veru frekar einfalt. En í raun og veru það sem við gerum að við berum saman alla erfðabreytileika í sjúklingum með erfðabreytileika sem finnast í viðmiðum. Og ef við finnum erfðabreytileika sem í hærri tíðni í sjúklingum heldur en í viðmiðum, þá má leiða líkur að því að þessi erfðabreytileiki tengist áhættunni á krabbameini. En til þessar rannsóknir gangi og gefi áreiðanlegar niðurstöður, þá skiptir sköpum að hafa áreiðanlegar upplýsingar krabbamein í þessum einstaklingum og þarna skiptir krabbameinsskráin sköpum. Við vitum til dæmis fyrir víst hvaða einstaklingar hafa fengið krabbamein og það eru allir sem eru hægra megin við þessa línu þarna, við vitum að þeir hafa allir fengið krabbamein. Við vitum líka fyrir víst að viðmiðin sem eru vinstra megin við línuna hafa ekki fengið krabbamein, allavega ekki á þeim tíma sem við erum að gera rannsóknina. Nú margir einstaklingar fá fleiri en eitt krabbamein og þetta eru mjög mikilvægar upplýsingar við úrvinnslu gagna. Krabbameinsskráin nær aftur til 1955 og því hægt að taka inn í rannsóknina alla sjúklinga, líka þá sem létust snemma eftir þeir greindust og gáfu aldrei sýni. Og með þessu þá losnum við lifunarval sem plágar mjög margar heilbrigðisvísindarannsóknir, ekki síst krabbameinsrannsóknir þar sem að sum krabbamein eru mjög skæð og fólk lifir ekki lengi eftir greiningu. Nú afar nákvæm skráning í krabbameinsskráningu byggir að langmestu leyti á vefjafræðilegum greiningum og þetta ómetanlegur kostur líka í okkar vinnu. Og hver þá afrakstur erfðarannsóknanna? Nú við höfum sameinað erfðaupplýsingar okkar í íslenska erfðagreiningu við upplýsingar úr krabbameinsskráni og þetta hefur leitt til fjölda margra uppgötvana. Og niðurstöður þessara rannsókna hafa aukið þekkingu á krabbameini sem nýtist bæði hér á landi og í alþjóðlegu samhengi. Og við höfum birt 84 vísindagreinar áhættu þætti krabbameins, erfðafaraldsfræði og klíníska þætti. Og mörgum þessara greina eru meðhöfundar frá krabbameinsskráni. En ef við lítum okkur nær, hvaða gagn þessu hér á Íslandi, og nú ætla ég ekki að tala íslenska erfðagreiningu eina sér. Krabbameinsskráin hefur staðið á bakvið allar erfðarannsóknir á krabbameini frá upphafi og í síðustu 30 árin þá hafa rannsóknir Krabbameinsskrár og Krabbameinsfélagsins, Landspítala, Háskóla Íslands og Íslenskrar erfðagreiningar kortlagt erfðabreytileika í 10 genum sem auka verulega líkur á krabbameini. Og það bil 4% Íslendinga ber eina eða fleiri slíka breytingu. Áhættan mjög mismunandi mikil eftir genum og eftir erfðabreytileikum. En þessar upplýsingar eru núna notaðar við erfðaráðgjöf til þess að fyrirbyggja þróun alvarlegs sjúkdóms og eins og ég sagði áðan, gagnast líka við meðferðarval á þeim einstaklingum sem hafa þessar breytingar. Til dæmis eru sérstök lyf sem eru sérsniðin fyrir einstaklinga sem eru með BRCA1 og BRCA2 breytingar og ónæmismeðferð virkar mjög vel í mörgum tilfellum hjá einstaklingum sem hafa breytingar í PMS2 eða MSH6. Og að lokum þá vil ég bara þakka kærlega fyrir samstarfi síðustu 25 árin. Krabbameinsskráin það öfluga rannsóknartæki sem hún vegna þess frábæra starfsfólks sem þar hefur unnið. Og það hefur verið forréttindi að vinna með ykkur og ég vona að ég ætti að vinna með ykkur í mörg ár í viðbót og óska ykkur til hamingju með afmælið.
Við munum senda Þórunni góðar þakkir en ég er ansi hrædd að hún hafi sett mjög svona hættulegt fordæmi hér. Því ég get ekki séð að neinn hafi afsökun fyrir því að geta ekki tekið þátt með erindi eftir þetta. Hún hefur bara gert þetta heima í PowerPoint. Þetta er aldrei magnað. En við veitum það að íslenskir vísindamenn hafa haft heilmikið hlutverk varðandi brakkagenið og einn þeirra góðu vísindamanna er Dr. Stefán Sigurðsson. Hann er kominn hingað í dag og ætlar að fjalla störf hennar Laufeyjar okkar og rannsóknir á Brakka 2. Gjörðu svo vel. Til hamingju með afmælið. Takk hérna fyrir að bjóða mér að halda erindi rannsóknina Laufeyjar og ég held sko eins og kom fram áðan, hún byrjaði hjá Krabbameinsfélaginu 1988 og held að mig segi svona gegnum gangandi að hennar rannsóknir hefur aðalega, hennar áhugi hefur aðalega snúið að áhættu þáttum krabbameina og sérstaklega áhættu þáttum brjóstakrabbameina. Og hún er búin að vera mjög afkastamikil, hún er búin að birta yfir 350 vísindagreinar, þannig að það er sem gríðarlega mikið, það er búið að vitna í þessar greinar næstum því 32.000 sinnum, þannig að hún er mjög öflug sem hún gerir og gæðin eru mikil. Ég get augljóslega ekki fjallað þetta allt, þess vegna ætla ég að tala þessa Brakka 2 sögu aðeins. Og ekkert löngu eftir hún byrjar myndast mjög sterkt samstarf við rannsóknarstofunni í Kjallaranum. Og að þið Sigurdís minntist og ég var á þessu rannsókn í Kjallaranum fyrir 28 ár, þannig að það er mikil saga hérna. Og sem sagt, og eins og kom líka fram í erindi Laufeyjar að skráin og svo mikilvæg vegna þess að það voru svo mikið af upplýsingur fjölskyldur. Og það komur alltaf sjálfsögðu fleiri að þessu eins og til dæmis fólk á Landspítalanum, eins og Rósa Björk og fleiri. En þetta er svona framlag Krabbameinsfélagsins í þessari leit sem átti sér stað á þessum árum. Það var hreinlega verið að leita að þessum brjóstakrabbameinsgen því að fólk vissi að það eru fjölskyldum mjög háa tíðni af brjóstakrabbameini og það er eitthvað sem liggur þar að baki og íslenska þýðið það nýttist rosalega vel í það. Og sérstaklega af því að þetta er náttúrulega lýðgrunda, þetta er svona population based, þetta er ekki svona bjagað af einhverjum ákveðnum landshlutum eitthvað slíkt. Það er öll þjóðin undir og alveg ótrúlega góðar upplýsingar sem liggja þarna baki. Og svo hjálpar náttúrulega til að það var líka þá þekking hérna í Kjallaranum í sameindalíffræði og frumulíffræði. Þannig að það var hægt að fara að gera svona stökkbreyti greiningar og annað. Og þarna riðu það ríkjum Helga sem að Sigurdís minntist á hann og Jórunn sem að ég var hjá á sínum tíma. Og síðan ekki síst, þá náttúrulega var skráin, krabbameinsskráin, það var mjög góð faraldsfræðiþekking og líftölfræðiþekking þar. Og ef við dembum með bara beint í lykilgrein sem að birtist í Lancet 1995, að Laufeyjar lærði tengslagreiningu og henni tókst, og hennar samstarfsfólki augljóslega, að tengja þá, þetta var kallar sem voru með brjóstakrabbamein, það er að segja, ég held að fyrir bræður allavega mjög skyldir kallar með brjóstakrabbamein og þau gátu tengt þessa áhættu inn á þetta svæði þar sem að fólki grunaði að Brakka 2 geni væri á. Þannig þetta er alveg lykil rannsókn. Síðan í framhaldi birtust og þessi hópur birti saman mjög sterkar greinar bara í tímaritum sem eru mjög háan impact. Og ég get svo sem ekki farið í þetta en þetta birtist til dæmis greinar brjóstakrabbamein í körlum, konum, blöðruhálskirtilskrabbamein og svo framvegis. Og þarna 96 ef maður rétt tók þá er þessi stökkbreyting greind sem allir þekkja, sem er alltaf verið að tala Brakka 2 breytingar, þá er það þessi breyting 9 delfim er hún oftast kölluð. Og hún finnst í 0,8% af íslenska þýðinni. Þar sem 0,8% íslenska eru arfberar þessara breytingar. Og ef við skoðum, sem sagt, ef þú ert með stökkbreytingu í Brakka 2 geninu, þá er 100-fold áhætta á brjóstakrabbameini í körlum,
gríðarlega áhætta, en þetta afskaplega sjaldgæfur túmor, samt bara hafa það í huga, en mjög aukin áhætta. Það 10-föld áhætta brjóstakrabbameini í konum, 7-föld áhætta eggjastokkakrabbameini, 3-föld áhætta á blöðruhálskirtilskrabbameini og 7-föld áhætta á krabbameini í brisi. Þannig að mjög aukin áhætta. Og það sem að Laufey hefur líka, sérstaklega kannski undanfarna 20-30 ár, haft mikinn áhuga á, það þetta hvers vegna tengjast þessar BRCA2 stökkbreytingar fyrst og fremst áhættu og hormónatengdu krabbamein, það sé brjóst eggjastokkum sérstaklega. Og þetta náttúrulega mjög merkilegt. Og ef við skoðum til dæmis, kíkjum aðeins fyrst á rannsóknir sem að Laufey gerði á blöðruhálskirtilskrabbameini, þá birtist grein sem sagt 2007, það sem voru einfaldlega bara bornir saman arfberar með þessara stökkbreytingu við pöruviðmið sem hefði ekki stökkbreytinguna og bara í örstuttu máli. Niðurstöðnar voru þessar að þeir höfðu lægri greiningaraldur, æxlin voru lengra gengin og miðgildi lifun eftir greiningu 2,1 ár með 12,4 ár. Mjög merkilegt. Og þetta algjör lykil rannsókn vegna þess að þessi vitneskja kom fljótlega inn í erfðaráðgjöf til arfbera. Þannig að maður tekur þetta aðeins tilbaka, það ekki rosalega mikil aukin áhætta að þú fáir blöðruhálskirtilskrabbamein eða þú ert arfberi, en ef þú færð það þá ertu í töluvert slæmum málum og meinið hagar sér mjög illa. Ok, það líka mjög áhugavert hvers vegna svona líffræðilega, hvað svona slæmt við það að hafa svona lágan styrk af BRCA-prótíninu og hvers vegna svona aukin áhættu á íferðarhæfni og slæmum horfum. Ég ætla að fara mjög hratt yfir sögu hér, en þau skoðuðu líka tjáninguna í æxlisvefnum í samstarfi við Harvard og fólk á Harvard og Dana-Farber og ég kemur bara í ljós að staðsetningun og styrkurinn á prótíninu að það spáir fyrir horfur, hvort það var í kjarna eða út við frumuhimnu og svo framvegis, en ég hef svona mikið tíma að fara í þetta. Þannig að ef ég stekk svo aðeins yfir í brjóstakrabbamein í konum, og þetta eru bara svona, ég er bara búin að pikka upp svona svolítið lykilgreinar og þetta birtist 2003 og eins og ég segi, hún hefur lengi haft áhuga á áhættu þáttum krabbamein og þarna hún rannsakað þá BRCA2 arfbera og arfberarnir, það kom þarna í ljós að þeir höfðu minni vernda meðgöngu heldur en viðmiðin og þú veist handla vel þekkt að meðganga hefur verndandi áhrif. Það átti ekki eins mikið við BRCA-arfberana en brjóstagjöf virtist eins og veita meiri vernd heldur en viðmiðin. Þannig að það ýmislegt sem virðist í gangi. Önnur grein frá 2006 að þá sýndu að nýgengið fjórfaldaðist hjá arfberum og reyndar konum almennt líka á þessu 80 ára tímabili. Dánartíðinni tvöfaldaðist og það sýndir hún fram á að við að meta sýndina á þessari stökkbreytingu þá þarf að taka tillit til greiningar árs. Þannig að það eitthvað, það ýmislegt í gangi annað en bara stökkbreytingin sjálf þegar það þarf að fara að meta áhættuna hjá arfberum. Og þetta líklega það sem að mér persónulega það finnst merkilegast, þetta rosalega spennandi vinna og flott að vinna sem að Laufey stýrði, að það estrogen viðtakin og Sigurdís kom að sinna á þetta áðan, 70-80% kvenna sem greinast með brjóstakrabbamein tjá estrogen viðtakan og það jákvætt vegna þess að þetta meðhöndla með þessar andhormóna meðferð eins og hún lýsti, eins og tamoxifinnu. Þannig að æxlin sem að tjá þessa viðtaka, þau spá þá fyrir betri horfur en æxlin sem tjáði ekki. Og annað reynda líka að lág tíðni frumuskiptinga í æxli tengist þó betri horfum líka, þannig við viljum frekar að æxli sé að vaksa hægt heldur en að sé að vaksa hratt. En íslenska rannsókn sem að Laufey keyrði áfram, hún sýndi fram á að BRCA2 arfberar hafa meiri líkur á deyja úr æxli sínu ef meinin eru estrogen jákvæð. Og ekki bara það, þau líka að þau skipta sér hægt og einnig ef þau hafa eðlilega litningasamsetningu. Þannig að þessi samsetning estrogen jákvæðni, fáar frumuskiptingar og eðlileg samsetning litningana, þau eru diploid, að það fer saman. Og þetta mjög merkilegt vegna þess að þetta algjör í andstöðu við það sem við varum að segja ykkur annað. Þessar estrogen jákvæð konum þeim vegnar betur. Þarna ertu komið einhvern undirhóp sem vegnar verð. Og það var mjög erfitt að birta þessa niðurstöður vegna þess að trúðu sér heila enginn. Og Laufey lýsti þessu fyrir mig og þá var hún á hæðinni fyrir neðan eitthvað að nördast og sér þessi gögn og fer að sýna þau. Og það er enginn sem trúir þessu en það kemur það í ljós að
En það tók 2 ár að birta þetta. Hún að sjá þetta fyrst 2011, þetta ekki byrt fyrir 2 ára seinna 2013, þess að fólk einfaldlega bara hafði ákveðna efasemdir þetta. En hún var þrjósk og hélt áfram og svo búin að staðfesta þetta, sem sagt, í stærra þýði og sýna líka fram á mikla svona íferðar hæfni þessara jákvæðu æxla arfberana og áfram þessa lágu tíðni frumuskiptinga og síðan núna síðast 2020 þá búið staðfest þetta í stórri norrænni rannsókn með þá 200 BCA2 stökkbreytingum. Allt hingað til var bara unnið með þessari 995 stökkbreytingu en þetta ágærinlega við, sem sagt, fyrir aðra stökkbreytingar og ávið líka í öðrum þýðum sem skiptir náttúrulega mjög miklu máli. Og síðan þá, sem sagt, búið að staðfesta þetta í fleiri rannsóknum, mjög stór rannsókn 2023, 2200 afbragð, þetta bara fjölþjóðleg rannsókn og síðan, sem sagt, var mjög ánægilegt að sjá núna bara í byrjun árs 2024 að þá birtist, sem sagt, svona yfirlitsgrein þar sem að þetta tekið inn og það fjallað um að hvernig þessi nýja þekking sem kom fyrst frá Íslandi gæti hjálpað við meðferð á brjóstakrabbameini. Og mér finnst þetta rosalega merkilegt sko að þú veist, það líða þannig 11 ár frá því að Laufey birtir þetta fyrst þangað þetta loksins komið í eitthvað svona literature review, skiljið. Það var bara henni svo mikil andstæða við þetta, það voru allir svo fastir í því að þú ert jákvæð þá gagnast þeirra vel, skiljið hvað var. Það mjög merkilegt. Og niðurstöðurnar að vekja náttúrulega upp þessar spurningar, hvers vegna svona mikil íferðarhæfni, af hverju vilja þessi æxli meinvarpar svona auðveldlega hjá þessum estrogen jákvæðu æxlum og þau ekki að skipta sér. Og bara svona rétt að lokum, eða svona, ég ætla aðeins að minnast á það sem að BRCA-prótíni gerir, að það að vinna í svona DNA viðgerðum og það enda mitt svona sérfæð, þannig ég hef mikinn áhuga á þessu. Og það kemur þannig í veg fyrir að það safnist upp stökkbreytingar í erfðamenginu. En það þú veist, að svona rannsóknir benda í ljós að það hugsanlega fleiri hlutir sem gæti hugsanlega skýrt þess að aukni íferðarhæfni, það sé ekki endilega bara BRCA, þó það sé rosalega sterkur áhættuþáttur. Og Laufey mjög duglega að segja mér þetta því ég alltaf fastur í DNA viðgerðinni, þannig að mér mjög ánægð með það. Og nýjustu rannsóknirnar, það þessi grein sem birtist núna bara rétt fyrir áramót. Og þessi líka mjög merkileg og hún fjallar það og þetta mjög áhugavert, það sjá svipaði niðurstöður hjá konum sem sagt, estrogen jákvæðar, það ekki arfberar en það yngri en 40. Þannig að þarna hugsanlega komin annar svona hópur, sem sagt, það að segja konur sem yngri en 40 ára gamlar, það ekki arfberar, þetta bara sporadískir kanserar, en það með estrogen jákvæð æxli. Og þetta skiptir mjög miklu. En það bara eins og segið, það búllet, þetta þarf að skoða betur. Það komin engri en það þarf að skoða betur. Þetta ótrúlega áhugavert og skiptir náttúrulega verulega miklu máli. Þetta mjög ungar konur að ræða sem þarf náttúrulega að ná til. Og svo Laufey núna að skrifa grein, sem sagt, rannsóknir á fjarmeinvörpum í brjóstakrabbameini. Það að segja að það þessi estrogen jákvæðu BRCA-æxli, að þau byrja miklu fyrr að mynda fjarmeinvörp heldur en önnur æxli. Þannig að það eitthvað öðruvísi við þau. Og bara enn og aftur staðfestir þessa miklu íferðarhæfni þessara estrogen jákvæðu æxla hjá arfberunum. Þannig að bara svona ef ég tek þetta saman og bara eins og segja, ég held svona þessi Laufey hefur svona haft mestan áhuga í gegnum árin að það bara einhvern veginn að skilja eða auka skilningu okkar á starfsemi og áhrifum BRCA-prótínsins og eitthvað sem svona að taka með ykkur heim þá það sem sagt að skortur og BRCA tengist náttúrulega hárri áhættu á krabbameinum þar sem að í vefjum sem hafa hormóna viðtaka og þau hafa mikla íferðarhæfni og það svona það sem að held ég hún hafi komið svolítið með, kemur svolítið frá hennar rannsóknum, sérstaklega þetta seinna atriði. En hvað með klínísku áhrifin? Það klárlega 2 atriði sem hafa skipt alveg sköpum og skipta verulega miklu máli. Það í fyrsta lagi þetta með blöðruhálskirtilkrabbameinið, að þeir sem hafa stökkbreytinguna, þeir fá mjög slæm æxli og það þarf að fylgjast rosalega vel með þeim. Seinna atriði það bara þetta, það sem að segja eitthvað með BRCA-konurnar, það að segja BRCA stökkbreyttu konurnar sem eru með estrogen jákvæð æxli, að það má ekki plana meðferð út frá þessari túlkun á þessari venjulegu lyfjasvörun. Það þarf að hugsa þetta eitthvað öðruvísi. Og ég bætti ekki þriðja punktinum þarna við, en ég held að þriðji punkturinn gæti verið þessi hér. Það þarf bara að klára þetta aðeins. Þess vegna held ég að Laufey geti ekki hægt að vinna.
þú þarft eiginlega að fá hérna þriðja punktinn hér. En það er engin ástæðan hætti, hún er ótrúlega frjó og það er alveg ótrúlega gaman og gott að vinna með henni. Þannig að ég held að engin ástæðan hættir. En ég ætla ekkert að fara, þetta er bara rannsóknir sem hún hefur skipulagt og hannað. Og hérna, ég segi bara takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta góða yfirlit. Þú fórst náttúrulega langt fram yfir tíman, en þú fékkst enga viðvörun bara því þú varst að tala rannsóknir Laufeyjar. Það var ekki í auglýsingunni, en auðvitað er það þannig að þetta málþing, það er ekki bara vegna 70 ára afmælis skrárinnar, það er auðvitað líka í tilefni af starfslokum Laufeyjar sem, svona innan sviga, er ekkert alveg hægt, reyndar. En það er nefnilega þannig að núna bara síðustu mánuðum getum við sagt að hafi orðið í raun og veru alger kynslóðaskipti í vinnu við krabbameinsskrána því að Laufey hætti og hennar tvær svona nánustu samstarfskonur eru nýhættar störfum líka, Elínborg og Gurrí sem að hér hafa verið nefndar. Nú erum við aðeins að fara að skipta kúrs og þá ætla ég að gera svona pínu dagskrárbreytingu. Við skulum standa upp og liðka okkur aðeins og á sama tíma verður auglýsingahlé því að Alma ætlar að vera hérna með leikna auglýsingu. Gjörðu svo vel. Já, takk. Mér datt í hug þegar ég sitt hér og hlusta á þessi frábæru erindi að ég ætla að auglýsa það að á næstunni þá verður auglýst eftir umsóknum í sjóð sem að embættið hýsir. Þetta er gamall sjóður og voru hjón sem hétu Bergþóra Magnúsdóttir og Jakob Júlíus Bjarnason, ég held að hann hafi verið málari, frekar en bakari. Og þau gáfu embættinu allar sínar eigur og síðan voru hjá embættinu nokkri minni sjóðir. Einn til dæmis var til að styrkja fátækra til legu á Landspítala. Þetta var það gamalt og ég greip í það í dauðatímanum í COVID að sameina 5 sjóði og það er ekkert smá mál. Það lá að þyrfti að slátra geit á fullu tungli og svo framvegis en þetta hafðist og við í stjórn sjóðsins eru undirrituð forstjóri sjúkratrygginga og forseti læknadeildar og við ætlum að auglýsa núna eins og ég segi á næstu dögum, það eru rafrænar umsóknir, þetta er ekki neinir svakalegi peningar og við ætlum að byrja smátt en við ætlum að úthluta 15 milljónum núna og þetta er til gæða og umbótaverkefna og vísindarannsókna þar sem krabbameinsrannsóknir ganga fyrir. Af því að maður þarf að láta stofnskrána núna vera að trúa þessum gömlu sjóðum. Þannig að við erum búin að tengja það. Þannig að það er hægt að verður núna hægt að fá mest 3 milljónir. Þetta er ekki eins og vísindasjóður Krabbameinsfélagsins en samt safnast þegar saman kemur. Og þið vitið af þessu. Frábært að heyra af þessu, Alma. Það er alltaf þörf fyrir meiri aura í rannsóknirnar. En allir búin að teygja úr sér og nú er komið að honum Helga Birgisinni sem hefur verið einn af lykilmönnum í áhöfn krabbameinsskrárinnar í nokkur ár, undanfarin ár, það er síðan 2016. Og hann hefur verið í forsvari fyrir gríðarlegt framfaraverkefni sem að er gæðaskráningin og það er auðvitað einmitt það verkefni sem hann ætlar að fjalla hér, þróun gæðaskráningar krabbameina á Íslandi. Gjörðu svo vel. Hvernig best að svissa á milli? Já, hvort hérna? Sko. Svona. Og sérst hérna það sem þú ert að gera. Þannig að þú bara fara út úr þessu. Já, það bara verið áfram í þessu og hérna setja á escape. Já. Já, takk hérlega fyrir. Eins og Laufey sagði, ég var hérna fyrst 1991, þá fór ég sumarskólan í faraldsfræði krabbameina. Frábær tími og var þá meðal annars með Gurrí í þeim skóla líka og sá þá hversu mikilvæg krabbameinsskráning er í rauninni. Var síðan við vinnu erlendis
nokkuð lengi og þá var það sjálfgefið að vera með gæðaskráningu og ég ætla aðeins að tala um það núna. Hvað er gæðaskráning? Þetta í rauninni ítarlegri skráning en venjuleg krabbameinsskráning. Hún þá stöðluð að því leyti að maður skrái til dæmis stigum æxlis eða meðferð og fylgikvilla endurkomu krabbameinsins. Það var nú byrjað á það var vísir að gæðaskráningu hérna áður en ég kom. 1998 var byrjað að skrá blöðru- og hálskirtilskrabbamein í samvinnu við þvagfæraskurðlækna ákveðnar breytur og svo var bætt við svona forspárþáttum ýmsum 2010 fyrir fleiri krabbamein, meðal annars brjóstakrabbamein og 2019 þá svona settum við smá kraft í þetta og gerðum meðal annars samkomulag þá við Landspítalann og Sjúkrahúsið á Akureyri og Krabbameinsfélagið þá og það var samstarf skráningu og meðal annars grein þetta í Læknablaðinu 2020. Við svona grunnskráningu krabbameina eru til svona evrópskir og alþjóðlegir staðlar en í gæðaskráningu hefur það ekki verið gert. Við höfum því valið að fylgja stöðlum Svíþjóðar sem hafa verið með gæðaskráningu nokkuð lengi og mörg okkar höfum unnið þar og það gert í samvinnu við þau sem sagt og við fáum leyfi til að nota þeirra breytulýsingar. En hvernig verklagið? Jú, við myndum oftast faghóp þá með viðkomandi læknum sem að meðhöndla þessi mein, skurðlæknar, krabbameinslæknar, meinafræðingar. Það gerð sænska breytulýsingin íslenskuð og gerð lýsigögn. Síðan þetta skráð í eyðublöði heilsugáttinni og krabbameinsskráin tekur þá út kennitölulista og síðan skráningar aðili sem skráir þessa breytur. Þetta dálítið svona gamaldags má segja og við viljum gjarnan svona gera þetta meira sjálfvirkt í framtíðinni en virkar eins og ágætlega. Síðan þegar búið að skrá þá hlöðum við niður gögnunum til okkar. Þau eru hreinsuð og saminuð eldri gögnum. Breytur sem falla undir grunnskráningu samkvæmt starfsreglum vistast í krabbameinsskrá og síðan gerð birting á heimasíðu krabbameinsskrári í samráði við faghópana og síðan eins og Sigurdís talaði þá eru oft afhendum við oft gögn síðan til rannsókna eftir að beiðni eða leyfi hefur verið fengið hjá Vísindasiðanefnd og embætti landlæknis þá. Já, ég ætla aðeins að fara inn á heimasíðun okkar til að sýna ykkur hvernig þetta framsett. Það þetta á Google-vafranum sem sagt. Þá þetta heimasíða Krabbameinsfélagsins. Hérna okkar heimasíða Krabbameinsskrárinnar. Þá fer maður inn á krabbamein og gæðaskráning og þá sjáum við hérna þar sem að sem sagt, við skulum sjá, stjarna fyrir aftan meinin. Það komin svona gæðaskráning eða vísir að gæðaskráningu. Fyrir brjóstakrabbamein þá eru komin svona einna lengst í því framsetningunni. Má ég sjá, já, þá eru þessir tveir flipar eiginlega fyrir öll mein þessir tveir óháð gæðaskráningu og síðan eru sem sagt flipar allir þessi greiningaðgerð, vefjarannsókn, meðferð, biðtími og eftirfylgd. Þetta eru þá byggt á gögnum úr gæðaskráningu. Ég ætla nú kannski bara að sýna í fyrstu einn flipa sem þá endurkoma sjúkdóms. Þá farið í gegnum alla þá sem hafa verið greindar þá í þessu tilfelli konur sem sagt með brjóstakrabbamein. Og 5 árum eftir greiningu þá að skoða hvort það hefur komið staðbundin endurkomu eða fjarmeinvörp. Og þá sem sagt þetta svona interaktíft þá getum við til dæmis skoðað þær konur sem hafa greinst í skimun. Þá sjáum við að staðbundin endurkoma hjá þeim eru þá 3% og fjarmeinvörp 5%, en ef að skoðum konur sem að þá greinast ekki í skimun eða greinast klínist þá eru sem sagt 3-fall meiri líkur á bæði staðbundinni endurkomu sjúkdóms eða fjarmeinvörpum. Við höfum oft í okkar verkefnum
stuðst við starfskrafta læknanema, annan tug læknanema hafa svona unnið að þá rannsóknum sem BS-verkefni tengdum þá geðskráningu. Lilja Dögg var hjá okkur hérna 2019, hún vann líka í sumarvinnu, var skráði þá brjóstakrabbamein, skrifaði grein þetta í Læknablaðið 2020 og þá bárum við okkur saman við Svíþjóð sem sagt. Og þetta voru konur greindar 2017 og við sáum það hérna að fyrir sem sagt konur sem höfðu krabbamein sem voru undir 30 mm þá var það nú þannig að konur á Íslandi gerðu sjaldnar fleikskurð hérna heldur en konur í Svíþjóð. Og einnig sáum við að þar var minna varðeillatöku sem er oftast gerð áður en gerð svona full eitlataka í Holland. Ef við skoðum síðan aðeins hérna geðskráninguna síðuna hérna aftur, þá getum við aðeins séð síðan hvernig þetta hefur þróast akkurat þessi breyta. Má ég sjá, hérna eru þá tegund aðgerðar. Við sjáum að þessi 2 ár sem við skoðum þá var sem sagt yfir 50% eða nána 60% kvenna sem fóru þá í brottnám og ekki fleikskurð. Ef við tökum litlu æxlin, þá var það nú sem sagt aðeins færri en samt sáum við að hérna full margar konur fóru í brottnám versus fleikskurð en á síðustu árum hefur þetta verið svona á réttri leið eins og við teljum vera að það eru fleiri og fleiri sem gera fleikskurð og færri sem fara í brottnámsaðgerð fyrir litlu æxlin. En það sem sagt óteljandi hluti hægt að sýna og skoða í mörgum meinum en við látum þetta í bili þetta sem sagt. Hver þá ávinningur geðskráningarinnar? Við fáum þá betri yfirsýn yfir krabbameinsgreining og meðferð á Íslandi. Þetta hvetur til svona staðlara rannsóknarsvara og sjúkraskrárgerðar. Við viljum gjarnan hvetja okkar lækna til að hafa staðlegar aðgerðalýsingar og rannsóknarsvör og kannski meinafræðingarnir eru komnir lengst þar. Og þetta gefur okkur hnitmiðaðri greining og meðferð og auðveldar krabbameinsrannsóknir. Og til hamingju öllum með daginn, krabbameinsskrá jú í eigu þjóðarinnar, þannig að til hamingju. Takk fyrir þetta kærlega Helgi og við höldum áfram að fjalla geðskráninguna. Dr. Jón Örn Friðriksson, hann var starfsmaður á krabbameinsskrá í litlu starfshlutfalli tíma. En þó að fólk sé í litlu hlutfalli þá getur það samt skipt sköpum og það var nákvæmlega þannig í sambandi við þessa skráningu en hér ætlar hann að fjalla frumkvöðla í gæðaskráningu blöðruhálskirtilskrabbameins. Gjörðu svo vel, Jón. Já, góðan daginn, ég heiti Jón Örn, ég er þvagfæraskurðlæknir og vinn núna á Sjúkrahúsinu á Akureyri og hérna á Landspítalanum. Og rétt eins og Halla, frænka mín, sagði, þá vann ég hérna í litlu starfshlutfalli fyrir nokkrum árum og óskaplega góðu tími og fekk meðal annars að vinna með Laufeyju og Elinborgu og Gurri og Helga og fleirum. Það var mjög góðu tími. Ég hef áhuga á krabbameini í blöðruhálskirtli og ég sýsla mjög mikið við það í minni vinnu. Og ég hef líka áhuga á gæðaskrá, ég kom dálítið að þeirri vinnu í Svíþjóð þar sem ég var í sérnámi og gerði doktorsverkefni sem byggðist á gögnum úr sænsku gæðaskráni sem ég ætla að segja ykkur frá. Og þegar ég var að gera þennan fyrirlestur þá þróast það svolítið frá að tala frumkvöðla yfir það bara að tala gæðaskráninguna sjálfa vegna þess að þessi frumkvöðlar eru sennilega ansi margir. Þetta var stór hópur bæði í Svíþjóð og síðan hérna á Íslandi sem kom að þessu. En krabbamein í blöðruhálskirtli, svona
stutt getum við sagt að þetta er sko algengasta krabbamein hjá körlum, allavega hérna á Vesturlöndum. Þetta er svolítið sérstakt krabbamein að því leytinu til að yfirleitt er þetta saklaus mein. Það eru flestir sem að deyja með krabbamein en ekki af völdum þess. Sjúkdómsgangurinn er sem sagt mjög langur og ef við myndum taka af handahófi einhvern góðan hluta af 60 karlmönnum þá væri svona 60% það bil sem væri með þetta krabbamein og flestir vissi ekkert af því. Í flestum tilfellum er það bara mjög gott fyrir þá að vita ekki af því að greiningin sem slík getur haft alvarlegir afleiðingar heldur en sjálft krabbameinið. En þetta krabbamein hentar mjög vel einmitt fyrir gæðaskráningar einmitt af því að sjúkdómsgangurinn er svona langur. Við þurfum miklar upplýsingar yfir langan tíma til að sjá hvað hefur áhrif á krabbameinið til góðs eða ills. Greiningin er dálítið snúin, ekki það að sé erfitt kannski að finna krabbameinið en kúnstin er það að finna þessi krabbamein sem eru hættuleg en að ekki finna þau krabbamein sem eru saklaus. Þegar við finnum saklaus krabbamein þá getum við að gera meiri skaða en gagn. Meðferðarvalið, þetta er ákveðið lúxusvandamál sem við erum að lenda í nánast á hverjum degi á þvagfæraskurðdeildinni. Meðferðarvalið er að verða býsna snúið vegna þess að meðferðarmöguleikarnir eru alltaf að verða betri og betri og fleiri. Þetta er lúxusvandamál vegna nú þarf maður að velja milli nokkurra góðra kosta og reyna að finna þann besta með viðkomandi þá einstakling sem er greindur. Og þetta er algjört drauma krabbamein fyrir gæðaskrár. Þetta er sko eiginlega skylduglæra þegar maður talar krabbamein í blöðruhálskirtli. Þetta er örugglega alltaf sýnt þegar þið farið á fyrirlestur krabbamein í blöðruhálskirtli. Þetta er nýgengi á dánartíðni og hérna eru að horfa tölurnar frá Íslandi. 240 það bil sem greinast á hverju ári og það eru 60 sem deyja úr krabbameininu. Þannig að bróðurparturinn deyr ekki, sem sagt, eins og þið sjáið. Og meðalaldur við greiningu er 70 ár. Rauða línan á línuritinu sýnir nýgengi, það er að segja hvað eru margir sem að greinast á hverjum tíma og x-ásnum er þá ártalið. Og greiningin, þeim fjölga tölverð svona upp á 1980 þegar ákveðið blóðpróf finnst sem er PSA-gildi sem er notast til að skima fyrir krabbameininu. En síðan var okkur farið að finnast við vera farin að skjóta við markið og greina á marga. Við vorum að greina mikið að lágáhættu krabbameinum sem eru þannig séð alveg saklaus mein langoftast og við förum að hafa svona stífari reglur það hverjir fari í blóðprufun og annað. Þannig að þá greinum við viljandi færri eins og þið sjáuð á línuritinu lengst til hægri, rauðu línuna. Á sama tíma þá helst dánartíðnin alveg stöðug og það kann mann að finnast við fyrstu sýn vera neikvætt af því að auðvitað vill maður sjá hann að fara niður. En ef maður hefur í hugað á sama tíma þá er körlum að fjölga sem eru þá fullorðnir. Þá er þetta ákveðin mjög sterkur varnarsigur að sjá þetta ekki fara upp. Ég ætla að halda því fram að gæðaskrár séu gullnámur en við þurfum að finna gullið og við þurfum að vera með rétt verkfæri og ávinningurinn getur síðan verið mjög mikill ef rétt er að málum staðið. Og þetta er orðið mjög þekkt vörumerki getur við sagt í heimi þvagfæraskurðlækninga allavega hjá þeim sem að sýsla með krabbamein í blöðruhálskirtli. Þetta heitir NPCR á sænsku og þetta er sænska gæðaskráningin fyrir krabbamein í blöðruhálskirtli. Og þeir sem stofnuðu þetta eru kannski aðal frumkvöðlarnir að þessari skráningu. Þetta byrjaði nefnilega 1987 og ef maður horfir aftur í tíma þá hljóta þeir einstaklingar sem að drifu þetta af stað á sínu tíma að vera mjög framsýnir og þolinmóðir vegna þess að þarna 1987 þau hljótar að hafa átt þessu að því að þeir myndu sennilega ekki sjá ávöxtun af sinni vinnu á sinni starfsævi vegna þess að þetta tekur áratugi yfirleitt að fá eitthvað út úr grunnum. Skráningin byrjaði í einu litlu héraði í Svíþjóð sem heitir Sydöstra svæðið en var orðið lýðgrunduð eða semst í öllu Svíþjóð árið 1998. Líkt leyti og Eiríkur Jónsson og fleiri þvagfæraskurðlæknar fara að hefja skráninguna hér á Íslandi. Ég veit ekki hver talan er í dag en í gær þegar ég kíkti á netinu þá voru 245.341 skráðir í þennan grunn í Svíþjóð og þetta eru svo að segja allir sem greinast með krabbameinið í blöðruhálskirtli í Svíþjóð frá árinu 1998. Ætli sé ekki ríflega 98% að minnsta kosti. Eins og Helgi kom inn á þá er þetta svona grunnupplýsingar
krabbamein í blöðruhálskirtli með ítarlegri upplýsingum fyrstu meðferð og aðri bakgrunnsþættir. Og hérna kemur það sem hefur verið mikið notað og mjög öflugt verkfæri. Það er hægt að tengja þessa skrá við aðrar svipaðar skrár í Svíþjóð með því að nota sænsku kennitöluna og þannig er þetta að stækka grunninn enn frekar og fá mun betri upplýsingar. Þetta er mjög öflugt verkfæri til þess að bæta heilbrigðisþjónustuna og sömuleiðis þá er þetta mjög frjór jarðvegur fyrir vísindarannsóknir og hverju ári eru birtar 20 greinar sem eru byggðar á gögnum úr NPCR. Þetta er aðgengilegt öllum á heimasíðunni npcr.is og þá er síðan þessari fyrirmynd sem við byrjum með gæðaskráningu og svo Helgi var að sýna okkur í fyrirlesturinn hérna rétt á undan. Við áttum okkur því við þurftum ekki að finna upp hjólið aftur. Það var búið að finna upp gæðaskránuna og við þurftum einfaldlega að taka hann upp hér. Áskorun á Íslandi er svo að það eru mjög fáir einstaklingar á bakvið hvern sjúkdóm, þannig að tilviljunasveiflur svokallað verða mjög miklar. Það þarf mjög fáa einstaklingar að fáið atburði til þess að hafa mikil áhrif á útkomuna. Og samanburðin verður mjög erfiður við hvað eigum að miða við árað undan, eða eigum að miða við Norðurland eða Austurland eða Vesturland. Á öllum þessum staðum eru mjög fáir einstaklingar greindir í rauninni og þá verður niðurstaðan eiginlega alltaf ómarktæk. Þannig að það sem gert var, Helgi sýndi þetta áðan, ég ætla bara að skauta yfir þetta. Og þetta er sömuleiðis það sem kemur hérna úr gæðaskránum krabbamein í blöðruhálskirtli, þetta er hægt að fá á netinu. Og ég tók þetta fram til að sjá hérna, ég er verið að tala tíman frá því að kemur tilvísun til þvagfæraskurðlæknis þar til viðkomandi byrjað með meðferð og þetta er þá dagar og þetta er bútað niður í ákveðið hluta af ferlinu. Það er komið til þvagfæraskurðlæknis, það er ákveð að taka sýni, það er að fá niðurstöðu sýninu, það er að segja frá niðurstöðunni og svo þarf ákveð meðferð. Og hérna sjáum við að 2022, ef að viðkomandi fer ekki í segulóm, þá er kannski 40 dagar sem það tekur og ríflega 100 dagar ef viðkomandi fer í segulómuna því það þarf að bíða svolítið eftir þeirri rannsókn. Og þá er spurningin, er það gott eða slæmt? Þá berum okkur saman við þessa sænsku gæðaskráningu til að fá svör við því. Og hérna er þetta gert þannig, þetta er verkefni frá læknanema sem heitir Hafsteinn sem vann hjá okkur á gæðaskránni fyrir nokkrum árum. Hérna er Ísland bara gert að eins og einu svæði í Svíþjóð og borið saman þá við önnur svæði og landið í heild sinni, þar að segja allt Svíþjóð. Og guli stöpullinn hérna er þá Svíþjóð og rauð er Ísland og bláir eru þá önnur svæði í Svíþjóð. Og hérna er verið að athuga hvað eru margir sem að komast til hvað líður langur tími frá tilvísun að fyrstu heimsókn hjá þvagfæraskurðlækni og hvað eru margir sem að komast að innan 21 dags. Og Íslandi eru alveg á pari við Svíþjóð hvað þetta var, það er að segja 54%. Þannig að sennilega er þetta ágætt, að minnsta kosti miðað við Svíþjóð. En hérna stöndum okkur betur en Svíarnir að því leytinu til að það tekur styttri tíma að greina sýnin og segja frá niðurstöðunni. En á Íslandi eru 62% sem fá svarið innan 11 daga, meðan í Svíþjóð eru bara 11%. Og þetta eru upplýsingar sem geta gagnast þeim í Svíþjóð. Þeir geta spurt okkur hvernig gerir þið, hvað getur við, ef við ekki gerum þess að þið, þannig að okkar tími styttist líka. En hérna getum við lært að Svíunum, af því hérna sjáum við að við erum eiginlega í botninum. Hérna eru við sennilega greina eða rannsaka mikið réttara sagt, menn sem eru greindir með lág áhættu krabbamein í blöðruhálskirtli. Það ámar ekki að þurfa að taka myndrannsóknir og í langfæstum tilfellum er það svo í Svíþjóð. Að meðaltali 4% en í okkur 15%. Og þetta er ákveðin sóun, getum við sagt, í heilbrigðiskerfinu. Þarna getum við spara rannsóknir, spara tíma líka fyrir þá einstaklinga sem greinast. Ég búið með tíman, en ég ætla að stoppa stutt í hérna. Þetta er í þessu verkefni á Hafsteini. Hérna verður að skipta yfir í bara áhættuflokka, mismunandi og maður myndi bregðast við ef maður myndi sjá að íslensku tölurnar sem eru neðst myndi skera sig mjög mikið frá þeim sænsku, en svo virðist ekki vera. Nema kannski þessi ljósbláu sem er lág áhættumein sem við helst ekki greina. Þau eru hærri í Svíþjóð væntanlega vegna þess að þeir eru með stórar rannsóknir varðandi skimun í Svíþjóð, þá greina þeir óhjákvæmilega
fleiri lágavöldum mein. Þá er þetta komið. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, frændin. Ég þykist vita að ég hefði ekki alveg áttað ykkur á því hvenær Jón kom og ég fór. En það af því að við erum alveg náskyld. Ömmur okkar eru systur og afar okkar, eða voru systur, og afar okkar voru bræður. Toppið það. Heyriði, en ég talaði það áðan hvað væri jákvætt þegar við fáum íslenska sérfræðinga heim og ég held að það er nú bara eiginlega eitt dagblað sem er gefið út og þar eru stundum svona fréttir af nýgiftum hjónum. Ég held að væri alveg eins ástæða til að fjalla það þegar það koma nýjir sérfræðingar til landsins. Það er mikils virði eins og Alma nefndi með mönnunina. Og nú fáum við hana Kolbrúnu Pálsdóttur sem er búin að vera hérna í 2 ár? Já. Næstu því Spáni frá Svíþjóð eins og svo margir. Og hún fjallar sem sagt hvað var það? Gæðaskráning í klínísku starfi. Já. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég vil bara þakka kærlega fyrir þann heiður sem mér sýndur að vera boðið hingað. Reyndar með gríðarlega skömmum fyrirvara. Ég fekk sólarhring til að undirbúa mig, þannig að ég biðst eiginlega bara fyrirfram afsökunar á ef þetta stendur ekki alveg undir væntingum, en allavega til hamingju með daginn allir. Bara frábært að halda þetta málþing. Ég ætla að reyna að gera þessu efni smá skil. Ég kem úr sérnámi frá Svíþjóð og var að vinna þar í 15 ár, meðal annars síðustu 8 árin á Karolinska við krabbameinslækningar og ég er sérfræðingur í krabbameinslækningum kvenna og er nú starfandi yfirlæknir á kvenlækningateymi Landspítalans. Og þegar ég fekk þessa beiðni bara í gær þá þurfti ég nú aðeins bara að velta fyrir mér nokkrum spurningum og ég ákvað bara eiginlega að vinna út frá nokkrum spurningum og það þá kannski þessar helstu. Af hverju erum við að gera þessa gæðaskráningu og hvaða upplýsingum erum við að safna, hvaða upplýsingar viljum við fá, fyrir hvern erum við að gera þetta, hvenær erum við að gera þetta og hver á að gera þetta. Og þetta er allt mjög þetta er allt spurningar sem þarfnast ákveðna svara, sérstaklega í praktikinni þegar maður er að vinna í klíník eins og Sigurdís kom inn á. Og margar þessum spurningum vöknuðu hjá mér kannski fyrst þegar ég byrjaði að skrá í Svíþjóð, þegar þetta var svona ákveðin kláði að þurfa að klára þessi verkefni í vinnunni, það var mikið að gera og það þarf einhvern tímann að finna tíma til að klára þetta. Og þetta hlóðst oft upp og maður þurfti að taka einhvern skurk og reyna að koma þessi verk svona hér og þar á milli aðgerða eða einhvers staðar, langi dagar og svona. En svo bættust spurningarnar við þegar ég tók við sem yfirlæknir, kom til Íslands og byrjaði að vinna seint haustið 2022 sem yfirlæknir að þá vantaði mig mikið af upplýsingum sem ég myndi hefa geta sótt þá í þessa gæðaskráningu og get sótt í þessa gæðaskráningu. Þannig að þá breyttist eiginlega eðli spurningana. Og það er auðvitað þannig að við erum ekki að finna upp hjólið eins og bæði Helgi og Jón er að tala og við erum með þessa sænsku gæðaskráningu, ég er vön að vinna í henni og hún byggir á gömlum grunni og með þessi kvensjúkdóma mein að þá var byrjað 2008 og síðan var hverju meininu bætt við á fætur öðru og þetta eru 4 mein sem við erum að vinna með. En þar eru gefnar árlega skýrslur og það er verið að fylgjast með í rauntíma og við fáum þar með bæði lifunina, við fáum hlutfall af sjúklingum sem fá ákveðna tegundir meðferðar og þessar upplýsingar hafa hreinlega bara gjörbreytt ýmsum þáttum í þjónustunni í Svíþjóð og það hefur lagt grunn að auknum gæðum í þjónustunni á mörgum stöðum. Það hefur stuðlað í jafnræði af því að það sem kom í ljós þegar var verið að fara að skrá á landsvísu að það var ekki sama aðgengi og það var ekki sama þjónusta veitt á mismunandi landsvæðum. Þannig að fólk var að fá mismunandi þjónustu eftir landsvæðum. Það er fylgst með rauntíma hvað áhrif breytingar og meðferð hafa og það getur skipt máli því að til dæmis þar sem ég var að vinna á Karolinska þá vorum við gríðarlega breytilegu umhverfi. Það var mjög skapandi hópur, við vorum ung, það var stanslaust verið að prófa sig áfram, þróa meðferðirnar
Og til þess að geta leyft sér að gera svoleiðis í sambandi við krabbamein, þá verður maður að geta tekið út upplýsingar og geta kannað hvað áhrif þessar breytingar sem við erum að gera raunverulega hafa. Og það er hægt að gera það þá, bæði með innra samanburði milli ára á okkar stofnun, en einnig með því að fá yfirliti við meinin hjá heilli þjóð. Og við erum auðvitað búin að fá allavega í Svíþjóð, við erum búin að birta mikið frá Karolinska, en það er bara mikill fjöldi vísindarannsókna og mörg doktorsverkefni sem byggja hreinlega á þessari gæðaskráningu. Og ég tók nú bara sem dæmi frá okkur að við vorum að breyta meðferð gríðarlega á eggjastokkrabbameini í nokkur ár. Það gátum við tekið út upplýsingar úr gæðaskráningunni, hvaða áhrif þetta hafði á lifun hjá sjúklingunum í mismunandi hópum. Þegar það birtist grein 2018 legálskrabbamein, að það að fara í aðgerðarþjarka, gera aðgerð í aðgerðarþjarka hafði verri áhrif á lifun kvenna. Það var hægt að fara inn í geðaskráninguna, kanna þessar upplýsingar, gildir þetta líka í Svíþjóð. Við erum búin að breyta meðferðinni varðandi varðeitiltöku í leghálskrabbameini og þú veist, koll af kolli. Og ég náði nú bara á þessum stutta tíma að taka fram bara nokkra greinar, þetta er bara til þess að taka með eitthvað annað en texta í kynninguna. Þetta eru bara nokkra af þeim greinum sem að byggja á þessum upplýsingum. Og hvernig stöndum við þá hér á Íslandi? Ég var rosalega glöð þegar ég kom í vinnuna og ég hitti hana Elísabetu, kollega minn sem er með mér, og komst að því að þessu var startað á Íslandi, hvað varðar kvenlíffærameinin 2019. Og þá voru fyrstu skráningarblöðin búin til og þetta er inn í, eins og Helgi sýndi, í sjúkraskrá sjúklingsins. Og þessu er skipt upp eftir meinunum. Og þetta eru 4 mein sem við erum að skrá. Og við höfum bara verið að nota þessi skráningar eyðublöð og við höfum þýtt þau og staðfært þau og við erum hreinlega bara að klára það vinnu núna, smá saman, í sameiningu. Og það er auðvitað búið að leggja grunn að þessu með BS-verkefnum læknanema. Þannig að það er svona til ágætis upplýsingar aðeins aftur í tíman, en núna er þessi rauntíma skráning að komast í gagnið. Og þá held ég ég er nú búin að svara nokkurn veginn af hverju við erum að gera þetta. En ég ákvað samt að taka þetta með að þetta skapar okkur yfirsýn yfir þessar mismunandi tegundir krabbameina sem er náttúrulega gríðarlega mikilvægt, ekki síst hjá svona lítilli þjóð. Þar sem við erum með fá mein, tölfræðin verður ómarktæk. Þannig að við verðum að safna gögnum í lengri tíma og það er mikil vinna farin í sjúkraskrár líka afturvirkt. Þannig að það er mikil gæði og mikil tækifæri falin í því að vera með þetta í gagnagrunni. Við erum að fylgjast með meðferðinni og gæðum hennar og við fylgjumst með þessum áhrifum sem að breytingar hafa. En þetta gefur okkur líka möguleika að gera samanburð eins og Jónarn var að sýna. Við getum borið okkur saman við Svíþjóð, séð hvort að við séum að standa okkur vel eða hvort við þurfum að bæta okkur á einhverjum sviðum. Svo er annað sem að mér finnst ekki síst mikilvægt og það eru til alþjóðlegir gæðavísar sem að við þurfum líka að geta borið okkur saman við. Erum við að veita meðferð á heimsmælikvarða? Eða erum við kannski bara ekki að veita meðferð á heimsmælikvarða? Og það er náttúrulega líka mjög mikilvægt að vita það. Og svo auðvitað getur þetta að gefa okkur möguleika á því að framkvæma þessar hágæðarannsóknir eins og áður er sagt. Ég tók nú bara með svona ganni, þetta er bara prufudóra sem við notum mikið í heilsugáttinni. Þetta er bara mjög einfalt eyðublað og þarna skráum við bara í rauninni upp úr sjúkraskránni þessar upplýsingar og svo vistast þetta inn í sjúkraskrá sjúklingsins. Og hvaða upplýsingar eru við að ná í? Við höfum þýtt og staðfært úr sænsku skránni, við erum auðvitað ekki endilega að safna alveg nákvæmlega sömu upplýsingum. Það eru ekki allar áhugaverðar endilega hjá okkur. En þetta eru 5 eyðublöð fyrir alla greiningar og það er sem sagt tilkynningin og þar fáum við ICD-10 greininguna, stigunina og grundvöll greiningarinnar og það er þá í rauninni samkeyrt líka við krabbameinsskráninguna sem er ákveðin svona gæðavottun líka á skráningin passi saman. Við skráum skurðagerðina og hvað við gerum þar. Við skráum lok fyrstu meðferðar og þá fáum við nákvæmar upplýsingar hvað meðferð er verið að veita. Við skráum endurkomur og svo skráum við hvert eftirlit. Og þetta er bara mjög svipað á milli sjúkdóma, allavega í okkar fagi.
Ok, en fyrir hvernig erum við þá að gera þetta? Ég myndi segja náttúrulega mikilvægasta er að við erum að gera þetta fyrir sjúklinga framtíðarinnar. Af því að við viljum bjóða upp á bestu mögulegu meðferð. Við viljum halda gæði meðferðina góðri, við viljum bæta lifunina. Við munum fá fleiri sjúklinga í framtíðinni, við vitum það, samkvæmt þeim spám sem eru komnar. Við viljum líka bera kennsl á þætti ef við getum nýja þætti sem hafa áhrif á horfur sjúklingana. Og við viljum geta fylgst með ef við gerum breytingar, hvort eitthvað verður verra eða betra og eins búið okkur saman við önnur lönd. Þetta er ekki síst aðhald fyrir okkur sjálf líka. Þetta er mikilvægt fyrir okkur og starfsemina. Þetta er mikilvægt fyrir rannsóknir en þetta er líka mikilvægt fyrir þá sem fara með stjórn heilbrigðisþjónustu. Nú horfum við á Ölmu. Og eftirlit. Einmitt. Og þá getur þetta líka hjálpa okkur að beita ákveðnum þrýstingi. Og getur hjálpa okkur við ákvarðanatöku. Hvar eigum við að veita fjármunum? Hvaða meðferð eigum við að nota, hvað eigum við ekki að nota? Hvar eigum við að sleppa, hvar eigum við að bæta við? Þannig að það er kannski, já, ég held að bara við höfum öll gagn af þessu á einhvern hátt. Þá er spurningin, hvenær eigum við að gera þetta? Það er kannski erfiðasta spurningin. Mér finnst mikilvægt að þetta sé gert svo til í rauntíma. Þannig að við getum verið að taka út úr þessu upplýsingar stanslaust og fylgjast með tiltölulega hratt. Og við viljum skrá upplýsingarnar um leið og greining og meðferð og eftirlit eiga sér stað. Og það væri auðvitað óskastað fyrir mig sem stjórnanda að geta tekið út skýrslur árlega úr skráningunni og við getum það í rauninni svona einhverju leyti með þessum upplýsingum eins og við sækjum á heimasíðunni. En eins og er gert í Svíþjóð það er gefin út bara mjög nákvæm skýrsla árlega til þess að fá ákveðnar upplýsingar. Og þá kannski að lokum hver á að gera þetta. Það er létt að eyðublöðin gleymast, þetta safnast upp í einhvern haug, þetta er ekki sett í forgang í daglegri klínískri vinnu. Það eru mörg verkefni, það eru fáar hendur, við erum störfum hlaðin allstaðar og kannski bæði reynslan af starfseminni úti og eins hér þegar ég kom hingað þá hafði nú verið ákveðið að ætti að skrá þetta í rauntíma en það varð ekki reyndin. Blöðin bara voru ekki ífyllt. Það þarf líka að hafa yfirsýn og einhvern umsjónaraðila með skráningunni af því að annars bara vitum við ekki hversu mikið er að skrá, hverju er gæðin af því sem er að skrá. Og við vitum að gæðin af því sem er tekið út, þau eru jafn góð eða slæm og gæðin af því sem eru sett inn í skráninguna. Þannig að það er líka mikilvægt að hafa eftirlit með því. En við tókum allavega það ákvörðun á kvenlækningateyminu að ráða heilbrigðisgagnafræðing í vinnu sem hefur núna bara yfir umsjón með skráningu eyðublaðanna og fær svo aðstoð frá sérfræðilækningunum til þess að fylla í. Af því að fyrir mér er þetta bara algjör forgangur. Við þurfum þessar upplýsingar. Við þurfum og það er bara okkar skylda að gera þetta. Þannig að í samantekt, þetta er bara gríðarlega mikilvæg upplýsingaveita þá meðferð sem er gefin. Þetta er líka bara mikilvægt til að tryggja skráninguna í tengslum við þessa klínísku vinnu og það þarf að forgangsraða þessu. Ég held að það sé bara ákvörðun sem við þurfum að taka alls staðar. Skipa yfir svona mann og fylgja því eftir og svo þarf þetta líka að fylgjast reglulega með gæðum skráningarinnar. En svo getum við þá eftir nokkur ár og í framtíðinni geta notið góðs að þessari vinnu sem búið er að leggja í skráninguna og vonandi förum við bara að pumpa út vísindagreinum hérna eftir nokkur ár úr þessum gagnagrunni. Bara takk fyrir mig. Frábært Kolbrún og hefði líklega ekki geta verið öllu betra sko því að nú erum við að vera komin að svona ákveðnum kaflaskilum og þetta var náttúrulega algjörlega fyrirtaks samantekt. Hagnýting, það er málið í þessu og það er það sem verður að muna bæði í sambandi við krabbameinsskrána og í sambandi við gæðaskráninguna. Það eru þetta að tapa sér sko í nördaskap en þegar að öll er á botning hvort þá snýst þetta samt hagnýtingu fyrir almenning í landinu. Skiptum yfir í ensku. We are now ready to consider our next steps and it's a great pleasure to welcome you, Dr. Lonneke van de Pol Frans, Professor in Cancer Epidemiology and Survivorship. Welcome. Thank you. It's really interesting to
listen to Icelandic. And no, I now realize, because we often have these meetings in the Netherlands as well, and then we have people from abroad coming, and they say, oh, I couldn't hear anything. And I'm always a little bit surprised that it's so difficult, but this is the same for me now. So it was a good experience. Although I was glad to see some cancer numbers, because I do understand cancer numbers as an epidemiologist. I was intrigued by the really strange distribution in stage in prostate. And I'm sure you explained why compared to Sweden, but let me tell me later during the drinks, because I'm intrigued about that. Anyway, thank you for the invitation, and first of all, congratulations with this wonderful event and the 70 years of Cancer Registry. I work at the Netherlands Cancer Registry, as well as at the Netherlands Cancer Institute, which is a hospital and research institute in once. And the Cancer Registry in the Netherlands exists now for 30 years, but where I work in the south, it was also started in '54, but then it was still a regional cancer registry. So actually I was invited today to talk about how you can use a cancer registry to collect patient-reported outcomes. And my message today is that you can really use a cancer registry to promote personalized care for cancer patients. So similar to the whole Western world, also in Iceland you see a very strong increase in the number of cancer survivors. And looking at your data, I understand that you even have a stronger aging situation because your population is relatively young compared to what we are in Europe, in the rest of Europe. So I assume that the aging will be very important the next decades. Of course, you also have screening and early detection programs. And then, fortunately, we also have improved survival due to better treatments. But that's honestly only a very small part of the growing prevalence of cancer survivors. So around the year 2004, the Dutch Cancer Society asked us to give input on the scenarios, on reports, on a growing group of cancer survivors and their potential needs, because we became aware, so this is about 25 years ago, we became aware that this growing group of cancer survivors was dealing with the long-term and late effects of cancer treatment. And we actually didn't know that much in the Netherlands, so we were asked to write this report, and this is me, 20 years younger. They somehow decided that I had to be in the front page. But this was our first introduction to studying the long-term and late effects, because we started to do studies. And just to give some information, when I talk about long-term effects, I mean effects that develop already during treatment and last longer than roughly 1 year, or very much longer. And typical examples are fatigue, pain, anxiety, depression, but also neuropathy, cognitive problems. Late effects are typically defined as problems that develop at a minimum a year after your diagnosis and treatment, and can also last long, and are typical morbidities like cardiovascular disease, or second tumors, or early menopause, fertility, but also more social implications like work problems, or insurance issues, or relationship issues. So we started doing this type of research using the Cancer Registry, trying to figure out what were the long-term and late effects, because actually we only knew data from the United States, and you know the healthcare system is quite different, so we thought we need to know what's going on in the Netherlands. So we started using the Netherlands Cancer Registry, which was a nationwide coverage, as a sort of sampling frame. So for example, we were planning to do a study on the long-term effects of patients with endometrial or prostate cancer, or diffuse large B-cell lymphoma, a little bit more specified. And then we would select all patients, in this case in a certain area, who were diagnosed with that cancer but still alive today. Then we would go back to the original hospital that diagnosed the patient, and then via the previously treating clinician, we would invite the patient to complete a questionnaire. So in the Netherlands, we are not allowed to directly contact the patient from our registry. So we had to go back to the hospital.
But, and you know, this was 20 years ago. It was fairly easy. Doctors were willing to participate. We didn't need informed consent. They just sent me a fax like, I'm fine, you can ask my patients. And we just started, and you know, half a year later, we had all the data. So these were the better times. So we asked patients, and by that time when we started, it was all on paper. So we asked patients to complete questionnaires. And nowadays, I think around the year 2011, we started to introduce online questionnaires as well. But even in the Netherlands, where 99% of people have fast internet access at home, everybody's using internet, still 20 to 30% of patients, depending on the age and the type of cancer, prefers to complete paper questionnaire. And this really goes that far that when we invite patients, they send us back a response note, go to the postal office, get the letter back, get the questionnaire back, complete the questionnaire, go back to the post office, rather than completing it online. So we still keep also the online and the paper questionnaire component to make sure that we have a representative sample of the Netherlands survivors. And we ask patients usually a core questionnaire that includes quality of life. We usually use the EORTC questionnaire, the C30. We're currently developing a survivorship questionnaire. And we ask about symptoms, and we do that similarly, well, not the symptoms, but the quality of life is similarly asked to all the patients so that we can also do analysis that are overarching for the different types of cancer. And we ask patients about their anxiety or depression issues or socioeconomic implications. And more recently, we also added questions about lifestyle, because that's becoming an important thing, or it has been already an important thing, but we suddenly become aware of it. So we also added that to the questions. So the typical type of studies that we've done in the first years were studies on the long-term effects, for example, on prostate cancer. How is your sexual functioning after prostate cancer, or for endometrial cancer? And then while we were starting to do these types of studies, patients send us letters back and, you know, started talking with us and like, oh, you know, this is interesting, but I've survived cancer now for 10 years. And I'm actually struggling with very much of the socioeconomic implications. I'm trying to buy a house. These were young lymphoma survivors. And it's really hard to get a mortgage or an insurance. So this also really influenced our research agenda on survivorship. So based on all these comments from the patients, we started to do a study on socioeconomic implication. And since we had this ongoing registry, we could simply add a few questions on: did you try to obtain an insurance after your cancer diagnosis? Did you have issues with it? How did you solve it? Was it solved? Just stuff like that. And this was a snapshot, a cross-sectional analysis among almost 3,000 survivors of colorectal cancer, melanoma and lymphoma. 70% responded by that time. And 28% of the patients reported a work change. 20% of the patients who reported to have tried to obtain a life insurance reported issues, and 10% reported problems obtaining a mortgage. And if we focus a little bit more on the younger patients, these percentages were even higher. The situation in the Netherlands is that everybody should have or could have an insurance. So you're not allowed to be not accepted as an insurance person. So I got a lot of hate mails from insurance companies saying that my research was wrong because everybody can get an insurance. But patients wrote us, yes, I'm sent from person A to person B to person C, and I'm trying to get an insurance now for 2 years. And in the end, they say, oh, you are such a difficult person. We don't know what to calculate for your rates and everything. So I got a lot of hate mails from the insurance companies and asking me what kind of analysis I did. I said, this is just a simple frequency table. There's nothing special about it. But it did lead, after that, it was picked up by the national newspapers. Very simple analysis, but it was picked up. The message was important. And now, 10 years later, it took us 10 years, because then it was picked up by the politics in the Netherlands, and questions were asked, and similar to the same development in many other European countries. So we were definitely not alone, and we were definitely not the first, but we really needed these data. It helped to get politics going, and so now, 10 years later, we have this rule, right to be forgotten. It's named in other countries. In the Netherlands, it's a clean slate life insurance scheme. So
actually it takes you, after 10 years, if you have survived your cancer, you're allowed not to mention your cancer diagnosis if you want to obtain insurance. But it's still 10 years. So if you have a stage 1 melanoma, everybody feels like 10 years is maybe too long, or other cancers, but we're getting somewhere. So we need, of course, better, more personalized schemes for this, but we're getting there. Another question that popped up during the registry that we were doing is that one of the medical oncologists that we work with quite often said to us, and remember this is 2012 when he started to ask this question, like I'm treating patients now for quite a long time with oxaliplatin, and I know it induces neuropathy, but I now realize that a lot of my patients, even 10 years later when I suddenly talk to them, or I hardly ever see my patients 10 years after diagnosis, but if I do talk to them, I hear that a lot of them are still struggling with neuropathy, and I never kind of assumed that it was going to last that long. Can you add a study to see what the prevalence is during your lifetime or after diagnosis? Because I really want to inform my patients better, saying that if you're going to use this medication, these are the complications. So we added a few questions on neuropathy, and we focused on colorectal cancer patients, and we had an 83% response. And we found out that 1 in 3 patients treated with oxaliplatin indeed reported neuropathy problems up to 10 years after diagnosis. This was a very simple cross-sectional analysis. It was published in JCO because we were then about the first to have a larger population-based study showing the long-term effects of oxaliplatin. And the implications were that the patients in orange who are reporting neuropathy problems have a much lower functioning scores in quality of life. So their physical functioning, for example, is 66 on a scale from 0 to 100, compared to 94 of colorectal cancer patients, so these are also colorectal cancer patients, without neuropathy. And their social functioning was also much lower, and this is clinically very large difference, and their global quality of life was also very much deteriorated because of the neuropathy. So this has led, and this was definitely not only our works, but I'm just showing you this, that I think we need to create awareness of the impact of therapies, because together with our work there were lots of other research groups showing the long-term impact of neuropathy. Then meta-analysis came out, then new trials were developed, and now we're in the situation where the dosage of oxaliplatin is halved, so there's a de-escalation of the type of chemotherapy, of this type of chemotherapy, leading to much better quality of life and also resulting in the same survival benefit. So we need to create these awarenesses to induce de-escalation strategies of therapies, radiotherapy or chemotherapy or whatever. So, but these were all studies where we would focus every time on an isolated issue. So we would focus on fatigue, or we would focus on symptoms like neuropathy or anxiety or insurance problems. But during the years, we came to realize that we often identified the same patients with the same problems. So we became much more aware, and with us, of course, many other people, that a lot of these symptoms appear to cluster. So we're now shifting towards more cluster type analysis, trying to really find profiles. I mean, this was the whole idea about setting up the profiles registry to identify profiles of patients. And this is where we are right now, because this was a study in breast cancer, but we see similar things in other types of cancer, where you can identify subgroups of patients who appear to have a very low burden of disease, a very intermediate burden, and then a subgroup of patients with high burden. And what you see here is that the low burden women, or the women with low burden, have a low burden in fatigue, in pain, insomnia, cognition, and actually their levels of functioning are similar to women of their age, the normative population. They're actually doing better of women without breast cancer of their age. So these are really healthy women. And the intermediate group has a higher level of fatigue and insomnia, but for the rest they're doing quite similar to the age-matched normative population. And then, of course, there's this group of high burden. And what is their prevalence? Well, we have 15% of the women with a high burden. These 15% is somehow a sort of magical percentage that I also see with melanoma, also with colorectal. There's a subgroup of patients that is really doing bad during chemotherapy or during cancer treatment,
but potentially already when they come in your office. So the question is, do we need to stringently follow them or support them or decide on other therapies with this group? Also possible. 29% of, so this is still 1/3 is doing really well. And we think that these women might do well with just a brochure on their cancer. They don't need a very strong follow-up scheme. And maybe the patients in yellow or the intermediate group, we need to define who needs what type of supportive care. And what I'm heading towards now is, because this is what is also happening in the hospital where I'm working, that we're trying to reorganize our follow-up care because the numbers of cancer survivors are increasing so strong. It's really hard to give everybody the same follow-up care. So who are we going to identify, who needs certain, can we personalize that with PRO data? And I like here to make the analogy with precision medicine, where we have all these different types of patients, and we use blood, DNA, and tissue analysis to decide which patient is going to need what type of therapy, or who is going to have the optimal response to the certain therapy. And in a similar way, we can personalize survivorship care by not doing tissue analysis, but now using patient-reported outcome measures. So we ask patients to complete a questionnaire, identify what their issues are, and identify whether they would benefit from the therapy, or maybe they are too weak or too bad already when they start with therapy. Maybe they can benefit from physical exercise. I'm not diving in that area, but I have a lot of colleagues who do physical exercise interventions. We're trying to match better which patients could benefit most from physical exercise, although everybody can benefit from that, I have to be honest. And then, of course, some patients benefit most from psychosocial care. So we can use the prompts and really for personalized care. And I really like the terminology of precision medicine. So this was thought of by Claire Snyder, colleague in the field of cancer survivorship. So that means that we can identify patients also where we can de-escalate follow-up care, because a lot of these patients are doing relatively well, and they're probably happy not to be so often in the clinic anymore. So that's why, and I'm shifting a little bit towards intervention studies, because we also added intervention studies to our registry studies. So together with the gynecologist in our area, we decided that patients with a very early stage endometrial cancer, according to their guidelines, were asked quite intense follow-up schedule, to follow in an intense follow-up schedule, whereas the gynecologist said, well, it's actually not necessary because their chances of recurrence are around 5 to at most 9%. And actually these follow-up meetings or consults are only necessary to support the patient. So why not do a trial and try to diminish a follow-up? So the aim was to reduce the standardized rate of 11 visits in 3 years to 4 visits. I was actually a little bit scared because I thought maybe we do 5 or 6, but then the gynecologist said, no guts, no glory, we're going to do 1 or 2. So we came into the middle with 4 visits in 3 years. And we randomized 319 patients in 42 hospitals. It was really easy to include the patients because all the gynecologists were actually very much convinced that this should work. So it was almost sometimes difficult to get patients in the usual care arm after they were consulted by their gynecologist, because they said, oh, if I need 11 visits in 4 years, and I was just told by my, or 3 years, I was just told by my gynecologist that it's not necessary. I'm not sure if I want to participate in this trial. So it worked the other way around. But we were asking, and I know this is a very soft outcome, we were asking patients, are you satisfied with this type of care? Because we would not have the power to analyze the recurrence rate, because then we would need thousands and thousands of patients in this trial. So we would not do that. And we asked them about their disease perception. We followed the patients up to 3 years. And we checked if the follow-up scheme worked. Well, what you see here in the usual care arm, we see some regression to the mean, I have to say. So actually we would expect 11 visits in 3 years in the usual care arm, but you see also in the usual care that it's around 8.5 visits in 3 years' time. And the reduced follow-up care was around 3.5, 4, I think 3.7 if I say this by heart. So that worked really well, but also in the usual follow-up care we saw a little bit going down in the number of follow-up visits.
Then we ask patients, are you satisfied with this scheme? Patients in the Netherlands are very satisfied with their care anyway. They think it's fantastic. It's usually we get an 8 on a scale from 0 to 10, and that's what you see here as well. Around diagnosis, they scored 77 from 0 to 100, and this was all around follow-up. But then the patients in the usual care arm who were at diagnosis at the same level, they had the same amount of care around diagnosis, but then they got much less care and they were much more excited about this. They thought it's so much better, and this is also what they told us in qualitative studies. I like this so much better. My doctor informs me what I need to do with certain complaints. Of course, we're not throwing them back and saying, oh, you know, whatever. They were really instructed quite well. If you have blood, if you have this or if you have that, please contact us right away and you're going to be the first person I'm going to see the next day. So they felt reassured. It took a lot of less care and they were really happy because they didn't feel cancer survivor anymore. This is of course for early stage endometrial cancer, but we're doing the same now for early stage prostate, for melanoma. We're trying to get this rolling for all kinds of other cancer groups so that doctors can really focus their attention to the patients, the red or the orange patients who really need more support. The only problem is how do we engage patients? I'm shifting now to the patient because this is all from the cancer registry and the clinician perspective, but how do we involve patients? It's really difficult. We're really struggling with that. Sometimes they send us mails that we should do research on insurance issues, but besides that, and also compared to other chronic diseases, and I think we can safely talk about cancer as a growing chronic disease, we're really lagging behind for diabetes and cardiovascular disease when it comes to self-management. I'm not sure how that is in Iceland. And of course, we're setting up a lot of self-management studies, but to really get it implemented in routine care, it's really problematic. So we have fantastic studies showing that self-management works, and then it's so difficult to get it implemented in daily routine care. So it's important for patients, in order to get to this point of self-management, that they can monitor their own condition and that they can intervene on their own healthy lifestyle behavior. So we have to prepare patients, survivors and caregivers. I really like this patient by the Global Partners for Self-Management and Care in JNCI. I took this out of that paper. So we thought we need to do this. We need to send, as a minimum, send back the patient-reported outcome reports. If patients complete questionnaires for our system, we need to send back their outcomes, and we need to have them compare that with this growing database that we have of patients like them. So, but we do ask that because we know from pilot studies and from qualitative research that not everybody wants to have this feedback. So we ask them after they complete questionnaires, would you like to have feedback on your quality of life questionnaire, on your scores? If they say yes, we give them their score, and we ask them if they want to compare themselves. It now looks a little bit more fancier today, but this is a woman, this is a real person, a woman with endometrial cancer. I do a lot of studies in gynecology, who can compare her physical functioning score to other women of her age with endometrial cancer. And here she can see that her score, and I realize that you have to have somehow of an education to understand this, so there's quite some text with it as well to explain how you can interpret this. She can see here that her score is in between the high and average of women of her age with endometrial cancer. And if she compares herself with women without endometrial cancer, she's seeing that she's actually doing quite the same. Bottom line is that a lot of women, older women with, without endometrial cancer, their quality of life is quite similar to women with endometrial cancer. It's quite different if we, and this is a woman with, a young woman with Hodgkin lymphoma. This actually happened. She called us after she completed the questionnaire, saw that she was completely in red, and she was shocked because all the time she thought, you know, this is part of my survivorship. I know I feel bad. I know that my health is not good, but you know, her doctor told her that this is what she has to deal with. And then she realized that she was doing much worse than other women of her age with the same type of cancer, and obviously much worse than other women of her age without cancer. And this empowered her to go to her hemato-oncologist to discuss again what kind of supportive care she could get. So this is an empowering thing. This is, and I know this is just an NS1 story, but this is why we do this. How many patients do you think we actually evaluated this in a trial. How many patients do you think would push that button that they want to have their feedback
I'm not sure if this is different in Iceland actually, but percentage. Is it like 100%, 50%, in between, lower? 80? Quite good. It's 77%, really well. We did the same in routine care. We do the quality of life analysis in colorectal cancer on a routine base. So this is lymphoma. Now we did the same in colorectal cancer, not invited for an RCT, just routine care. What do you think is the percentage of feedback that they want? Is it lower or higher? Lower? Yeah, it is. Actually, only 60% wanted to have their feedback. So colorectal cancer patients we experience are less involved in their care compared to lymphoma. It sounds a little bit crude to make profiles like this, but I don't know. It probably has to do with all kinds of lifestyle, socioeconomic situation and age and everything. I'm sure we can explain this, but just roughly speaking. Another way to engage patients, which appears much better, is to monitor their symptoms during therapy with an app. And we're definitely not the first, and there have been really interesting, important landmark studies in the US by Ethan Besch, but also in France in lung cancer. And we did the same, a little bit different, but the same in lung cancer. So we did a trial. This was called a stepped wedge trial, where hospitals were randomized. So it was a cluster randomized trial. Hospitals were randomized to provide the app. So each hospital started with usual care, and then gradually they were introducing the app. And then eventually 249 lung cancer patients used the app during therapy, and 266 patients did not use the app. And we observed, this is what you would expect, that the physical functioning in the control group, not using the app, would deteriorate during therapy. Because, you know, this is lung cancer, they get heavy therapy, and their quality of life goes down. Patients in the app had a stable quality of life. So this was really cool. This was actually also observed by others. The really nice thing, what was added to this trial, is that we, within the intervention group, the app group, we made two subgroups. We made one subgroup of whom the data were reported back to the hospital right away, and the hospital was supposed to take action. And we made one subgroup where the patient was supposed to take action. So we send the data to the patients in red, saying like, please contact your doctor right away. And that didn't matter. So it worked as well for both groups, both subgroups. The patients could do this at the same time. So our doctors were really relieved, because they thought this was going to be a very burdensome trial where they had to take a lot of action. And now it was shown that patients can do this themselves. So this is a really good thing. We can engage patients and it works. So to sum up, precision oncology, we need to refine the algorithm. So what are the actions if we use, for example, an app? How can we make interventions? How can we really improve patient outcomes? How can we reduce unplanned acute care, for example, by this app, or provide interventions for patients that can make that they not go into emergency room? We can reduce costs, and we have to engage patients. And to sort of wrap this whole thing up, my message today was, if you use a cancer registry and you add, and here you also have clinical registries together, if you bring that together with patient-reported outcomes, you can have information about the social impact of cancer in your population here in Iceland. You can have an information on the quality of care based on a patient-reported outcome assessment, which is an added layer towards all kinds of other quality indicators. And you can actually use it in the long term for personalized care, for precision oncology. And some lessons that we've learned: in the most ideal situation, you collect these data longitudinally, but you can easily start cross-sectionally. And this is what you've done here as well, I know that. It's really nice to use a core questionnaire, because then you can also use the data from all your cancer survivors at once. So then you suddenly have thousands of patients where you can look at the levels of fatigue or emotional dysfunction or anxiety or all kinds of healthcare that they need. It's fantastic that you have such a wonderful cancer registry and also the clinical data, because if you can combine that together, you can actually provide feedback to the individual. And we are shifting in the Netherlands from collecting the PROs from the cancer registry to becoming a platform where the PROs are collected in the hospitals, because all the hospitals in the Netherlands are now increasingly collecting PROMs, not 100% yet, and it depends really on the hospital, but they want to collect their own PROMs.
So we help them in saying, okay, these are the prompts that you have to collect. Let us help you in, deciding what kind of prompts, and we help you with dealing with the data. But send your data to our platform. So we become more of a PRO platform that we link to the cancer registry instead of a data collection tool that we used to be, because the times are changing. But if you have that all combined, I'm sure that we can really optimize personalized survivorship care. Thank you for your attention. Thank you very much. I think I talked too much for questions, right? So sorry for that. We'll actually wait with the questions until we get to the coffee. Right. Ef ég væri yngri þá myndi ég segja ég væri helpeppuð. Það náttúrulega bara, við erum á fleygiferð, það bara nákvæmlega þannig. Og við erum farin að sjá til lands í dagskráni, það líka árangur. Og loka erindið á nýju skipstjórinn, Dr. Sigríður Gunnarsdóttir. Og hún ætlar að horfa til framtíðar. Gjör svo vel. Takk fyrir kærlega. Afar ánægjulegt að sjá svona marga samankomna hérna í dag. Við erum svo sannarlega búin að heyra áhugaverð erindi bæði þróun krabbameinsskrár og gæðaskrár og nú síðast þetta frábæra innlegg frá gestafyrirlesaranum okkar þessar sjálfsmettu sjúklingaútkomur og hvernig þær geta styrkt okkur enn frekar. En það kemur í minn hlut að horfa svolítið til framtíðar og það henta mér ágætlega. Ég búin að vera hér núna í tæp 2 ár og það sannkallaður heiður að koma inn í svona starf og skynja fagmennskuna og heilindin og það frábæra starf sem hefur verið unnið. Ég fyllist svona mikilli auðmýkt yfir þessu og ég ekki alveg frá því að samstarfsfólki mínu finnist ég svona stundum óþarflega læti í mér af því að ég mjög upptekin af því að horfa til framtíðarinnar og hún nú kannski ekki alveg eins áþreifanleg eins og það sem við erum búin að vera að heyra, það sem við höfum gögnin til þess að horfa á og við erum svona svolítið meira að spá í spilin og kannski hengja okkur í einhver svona vinsæl orð sem að fljúga og svona. Þannig að ég bið ykkur að þola þetta með mér. En það mjög skemmtilegt að velta þessu fyrir sér og hugsa hvernig maður geti mögulega haft áhrif á framtíðina. En ég ætla að byrja á því að varpa aftur upp þessari slæðu sem hún Álfheiður sýndi okkur fyrir í dag af því að hún sýnir okkur hvernig staðan í dag. Og þetta byggir náttúrulega eins og fram hefur komið á gögnum úr krabbameinsskrá og því frábæra starfi sem þar hefur verið unnið. Og hér getum við séð að árlega greinast 1750 einstaklinga með krabbamein á Íslandi og í lok árs 2022 voru á lífi 17.500 einstaklingar sem höfðu einhvern tímann greinst með krabbamein, hvort sem þeir voru læknaðir eða lifðu með krabbamein sem langbúna sjúkdóm eða voru enn í meðferð. Og þið sjáuð og hafa kannski tekið eftir því hérna fyrir í dag þegar við vorum að horfa á þessar tölur að þetta yfirleitt nær til loka árs 2022 og við erum bara vinnum að því hörðum höndum núna þessa daga að uppfæra þetta og birta tölur út árið 2023 og munum þá horfa á 2019 til 2023 og þetta munum við birta núna svona loknu sumarfrí. Þannig að þið getið fylgst vel með á heimasíðun okkar og séð nýjustu tölur. En það ekki bara hægt að nota gögnin í krabbameinsskráni til þess að horfa á stöðuna eins og hún og aftur í tíman, heldur höfum við líka verið að nota hana til þess að reyna að spá fyrir hvað muni gerast í framtíðinni. Og hér sjáum við spá fjölda tilfella, nýrra tilfella árið 2040. Og þetta eru óbirta niðurstöður sem eru í ritrýni, þannig að þetta svona pínu leyndó að hafa þetta hérna. Við erum að vona að þetta fáist birt. En eins og þið sjáum að þá spáð hér gríðarlegri fjölgun nýrra tilfella. Og
við spáum því að árið 2040 þá séum við að fara úr þessum tæplega 2000 tilfellum á ári í tæplega 3000. Þannig að þetta er gríðarlega mikil aukning. En þið sjáu líka að þetta er ekkert eitthvað nýbyrja. Þessi þróun er bara búin að eiga sér stað yfir langan tíma. En hallatalan kannski fer heldur hækkandi. Og ef við berum okkur saman við Norðurlöndin að þá er hlutfallslega spáð mikið meiri aukningu hjá okkur á Íslandi heldur en á hinum Norðurlöndunum. Og þetta skýrist fyrst og fremst af aldurssamsetningu hér. Þannig að mikilvægt að hafa það í huga að þessi spá fjölgun, hún tengist ekki aukinni einstaklingsbundinni áhættu, heldur því að bæði fjölgar okkur bara í þjóðinni en líka við erum að eldast. Og það sem er svolítið merkilegt við Ísland er það að eftirstríðsára kynslóðirnar okkar eru nánast tvöfalt stærri heldur en í nágrannalöndunum. Og það skýrist af hárri fæðingartíðni sem að helst mun hærri hér fram eftir öldinni heldur en annars staðar í Evrópu. Nú samhliða fjölgun nýrra tilfella að þá líka ánægjulega þá spáum við fjölgun þeirra sem að lifa. Og eins og ég sagði áðan að þá voru á lífi í lok árs 2022 17.500 einstaklingar sem að greinst höfðu með krabbamein. Og hér erum við að áætla með því að gera svona háspá, miðspá og lágspá að þessi fjöldi geti verið árið 2040 geti verið einhvers staðar á bilinu 25.000 til 31.000. Þannig að við sjáum að verkefnið er stórt og það er mjög margt framundan. En þessar tölur að þær eru gríðarlega mikilvægar vegna þess að þær gera kannski tvennt fyrir okkur. Þær geta annars vegar, við getum annars vegar reynt að koma í veg fyrir að það raungerist. Við getum reynt að leggja áherslu á það að reyna að draga úr líkunum á því að þetta gangi eftir. Og það myndi maður væntanlega gera með ennþá meiri forvörnum og svona áhrifum á lífstíl og svona heilsu samfélagsins. En ef okkur tekst það nú ekki, að þá höfum við annan valkost og hann er sá að undirbúa okkur undir að takast á þetta verkefni. Þannig að við þurfum alls ekki að láta þetta koma okkur á óvart eins og þessi kynslóð hefur nú haft tilhneigingu til að gera allt sitt líf, alveg frá því að þau komin í grunnskóla, menntaskóla út á húsnæðismarkaðinn, alltaf sama surpriseið, 68 kynslóðin, ég horfi á góða menn á aftasta bekk. En þannig að þetta er eitt af því sem við getum gert við þessi merkilegu gögn. Og ég er eiginlega alveg full aðdáunar á þessari framsýni sem fólst í því að koma á laggirnar krabbameinsskrá á Íslandi. Og ég var aðeins að velta þessu fyrir mér í morgun. Það var nú ekki eins og menn væru alltaf í flugvél eða gætu sent tölvupóst eða hendi Teamsfund eða hvað var. Ég meina, við erum hér bara upp á litla Íslandi, þessu einangraða og fámenna landi og hér eru bara frumkvöðlar sem að sjá svona rosalega langt fram í tímann og átta sig á því hvað er mikilvægt og eru bara með þeim fremstu og fyrstu í heiminum til þess að vinna svona metnaðarfullt starf. Líka framsýnin sem felst í því að efna strax til svona öflugs alþjóðlegs samstarfs. Þannig að koma hér á, eins og fram hefur komið, liðgrundaðri skimun sem er fullþekjandi. Þetta er gríðarlega merkilegt og skapar þau gæði sem við erum að vinna með í dag. Þannig að þetta fyllir mér svona ákveðinni lotningu að horfa á þetta. Og eins og fram hefur komið að þá er svo ótrúlega margt sem við getum gert við þessu gögn. Þannig að því hefur verið gerð góð skil hér í dag að þetta er náttúrulega grunnurinn að krabbameinsrannsóknum á Íslandi á bara öllum stigum. Þannig að það væri kannski heldur svona dauflegra að litast ef að krabbameinsskrárinnar nyti ekki við og síðan núna í seinni tíð gæðaskrár. En eins og hefur líka komið fram að þá er þetta náttúrulega gríðarlega mikilvægt tæki fyrir gæðaeftirlit, fyrir ákvarðanir innan stjórnsýslu og svo kannski síðast en ekki síst bara fyrir alþjóðlegan samanburð til þess að átta okkur á því hvar stöndum við bara meðal þjóða og hvar getum við mögulega gert betur og af hverju megum við að læra. Þannig að þetta er bara, þetta er ótrúleg verðmæti. Og síðan erum við búin að heyra núna að við erum með krabbameinsskrána sem í grunninn er þessi meinafræðiskrá sem er orðin þetta 70 ára gömul. Síðan erum við komið með þessa gríðarlega öflugu gæðaskrá sem er vaxandi og við höfum bindum miklar vonir til þess að eigi eftir að
gefa okkur enn meira og eins og Kolbrún sagði að þetta er bara eftir að verða hér grunnurinn að gríðarlega öflugu vísindastarfi. Og svo heyrðum við núna síðasta erindið þar sem að hún Lonneke listi fyrir okkur þessari uppbyggingu hjá hollendingunum á því að taka inn í tengslum við krabbameinsskrá mat á sjálfsmetnum sjúklingaútkomum eins og við höfum kosið, það er búið að liggja yfir þessu Halla. Þannig að þetta er besta tillagan til dagsins í dag og gera þær betur. Þannig að patient reported outcomes verði sjálfsmetnar sjúklingaútkomur. Svo við aðeins á því. En þannig að sjáið nú aðeins fyrir ykkur að við náum nú að bæta við þessum upplýsingum og við höfum þá þetta miklu ríkulegri og fleiri sjónarhorn á reynslu sjúklingsins, alveg frá meinafræðinni yfir í reynslu hans sjálfs og við pörum þetta síðan við önnur klínísk gögn sem við höfum aðgang að eins og bara við fáum til dæmis úr vistunarskrá embættis landlæknis þar sem við getum fengið upplýsingar aðra sjúkdóma, lyfjagagnagrunnurinn, allar þessar breytur sem við getum verið að tengja okkur við hérna í þessu einstaka landi okkar með kennitöluna og smæðina og það að við náum einhvern veginn bara utan verkefnið sem er náttúrulega stórkostlegt. Og svo náttúrulega heyrðum við því mjög vel lýst hvernig þessi gögn síðan tengjast saman við erfðafræði upplýsingarna sem að við eigum náttúrulega ríkulegri upplýsingar heldur en flestir aðrir. Þannig að við sjáum bara að við eigum hér mörg ósótt tækifæri í að efla okkur enn frekar í því að stunda vísindarannsóknir, þróa þjónustu og bæta meðferð. Og kannski í því samhengi að þá langar mig aðeins að tala mikilvægi gagna í nútíma samfélagi og þið komið hvergi öðruvísi held ég, ætla ég að leyfa mér að fullyrða, að maður kemur hvergi í dag öðruvísi heldur en það sé verið að tala gögn og menn eru búin að uppgötva það að gögn eru verðmæti. Og mér finnst stundum svona óþarlega margir búin að átta sig á því að gögn eru verðmæta því að það vilja nú margir komast á kjötkötlunum og kannski ber ekki alveg skynbragð á það hvað þarf til þess að gögn skili nothæfum upplýsingum. Þannig að upplýsingar sem að maður býr til úr gögnin er ekki upplýsingar fyrir að maður hefur unnið úr þeim til þess að skapa upplýsingarnar, að þær hjálpa okkur við að þróa þekkingu, vísindaþekkinguna sem við höfum verið að hlusta á hér í dag, hjálpa okkur við að þróa þjónustuna og hjálpa okkur jafnvel við vöruþróun. Og í dag heyrum við til dæmis mikið talað notkun á gervigreind og hún náttúrulega byggir á því að þú þarft að geta nýtt þér gögn til þess að skapa eitthvað. En afurðin verður náttúrulega aldrei betri heldur en það sem að gögnin sem þú byggir á eins og Kolbrún bent okkur á áðan. Annað sem að maður heyri mjög mikið í öllu svona alþjóðlegu samstarfi og hvaða fundi sem að maður kemur, það er ákall það að deila gögnum og möguleikana því að geta deilt gögnum á milli landa vegna þess að, og þetta er kannski ekki síst mikilvægt fyrir svona lítið og fámennt land eins og Ísland. Það er svo afskaplega lítið sem við getum gert með gögn frá 400.000 manns sem er náttúrulega bara pínu krúttlegt þegar maður er að bera sig saman við kannski 10 miljóna þjóð eins og Svía sem við erum búin að hlusta svolítið á hérna í dag hvað er verið að gera þar. Þannig að það er kannski ekki alveg líku saman að jafna. Þannig að það er ofboðslega mikilvægt að geta borið sig saman og svona, hvað segir maður, svona safna saman gögnum frá mörgum til þess að geta svara spurningum. Og mikil áherslu á þetta, en það er náttúrulega mjög margt sem að kannski hamlar þessu og það er náttúrulega kannski ekki síst lagaumhverfið og svona persónuverndarákvæði sem auðvitað full ástæða til. Þannig að maður verður að bera virðingu fyrir því líka að við verðum að gæta hófs í þessari þróun. En alltaf erum við að reyna einhvern veginn að skapa þekkingu fyrir framtíðina og bæta og betrumbæta. Og eins og ég er búin að segja að það eru gæði gagnanna sem að leggja grundvöllina því hvað maður getur gert við þau. Og það er það sem stendur upp úr hjá mér eftir að hafa starfað hérna með þessu góða fólki núna í tæp 2 ár. Það er þessi ótrúlegi faglegi metnaður fyrir því að vinna hér faglegt og gott starf þar sem að það er allt lagt upp úr því að gögnin þau eru stöðluð, þau eru í samræmi við erum að reyna að nota okkur breytur frá öðrum og vera samanburðarhæf og vanda til verka. Þannig að það er grunnurinn af því sem við höfum hér í dag. Svo ætla ég nú aðeins að fara í svona fleiri frasa eins og gervigreindina. Þetta er alveg að verða búið.
Og það þessi umræða núna þessi gögn í svona, hvað segir maður, svona raungögn. Það þessi real world data eða real world evidence og þetta kemur kannski svolítið út úr umræðinni sem að sprettur í framhaldinu þessar gríðarlega hröðu þróun sem að hefur orðið í meðferð krabbameina. Það sem að meðferðin alltaf að verða einstaklingsmiðaðri, tekur meira mið af því hver sjúklingurinn og hvernig hann samsettur og hans reynslu og öðru slíku. Og það kannski takmarka möguleikana af það að geta sett upp slembistýrðar tvíblindar rannsóknir til þess að prófa árangurinn af öllum þeim meðferðum sem við erum að reyna að leggja mat á árangurinn af. Þannig að nú eru menn farnir að tala það til þess að styðja okkur við ákvarðanatöku, þá þurfum við auk þess að horfa til slíkra rannsókna sem eru gullstandardinn, að horfa á þessi gögn sem að við tökum út úr svona raunverulegum gögnum eins og sjúkraskrám og gögnunum sem við erum að vinna með hérna og þið sjáið þessi dæmi sem hér eru að þetta eru nákvæmlega gögnin sem við erum búin að vera að tala í dag. Þetta eru gögn sem við finnum í krabbameinsskráni, gæðaskráni og svo hérna síðast sem að reynda dettum aðeins út af glærunni að það að fá upplýsingar frá sjúklingnum sjálfum hans líðan og lífsgæði. Þannig að þetta allavega mikil umræða í dag, hvað sem að þetta raungerist eða ekki. En þannig að þetta svona hvetur mann áfram til þess að virkilega reyna að horfa á þetta sem einhverja heildarmynd og reyna svona bæta alltaf við fleiri kuppum til þess að reyna að fá skýrari og betri mynd. Þetta leiðir mig svolítið inn í það sem við erum kannski að horfa á bara fyrir framhaldi hjá okkur á rannsóknar og skráningarsetri, að það náttúrulega bara að halda áfram að byggja upp þetta magnaða fyrirbæri sem krabbameinsskráin og gæðaskráin, halda áfram að vinna því að tryggja að gögnin sé af hæstu gæðum, auka sjálfvirkni, Helgi kom aðeins inn á það er ansi margt svona svolítið handvirkt hjá okkur ennþá og mörg sóknarfæri í því, taka inn nýja tegundir gagna eins og sjálfsmetnar sjúklingaútkomur, þetta nú tungubrjótur, og auka enn frekar vísindastarfsemi, bæði innan hús hjá okkur en ekki síður í samstarfi við aðra vísindamenn bæði innanlands og erlendis. Og þetta gerum við allt saman til þess að ná árangri fyrir sjúklingaframtíðarinnar og eða fólkið í landinu, ekki bara sjúklinga, því við viljum ekki allir verði sjúklingar. Og þetta svona leggst vel með framtíðarsýn Krabbameinsfélags Íslands sem svo að færri fái krabbamein, fleiri læknist og fleiri lifi lengi og njóti lífsins með og eftir krabbamein. Takk fyrir kærlega. Takk fyrir þetta, Sigga. Nú erum við komin á leiðarenda. Formlegri dagskrá lokið. Ég hugsa af því að nú förum við niður á fyrstu hæðina þar sem að bíða okkar smá veitingar og ég hugsa að starta hérna léttum samkvæmisleik. Sjálfsmetnar sjúklinga útkomur finnst mér bara ekki gott hugtak. Þannig ég ætla að stinga upp á því að við svona veltum þessu fyrir okkur þarna með veitingunum. Ég ætla að kasta inn persónulegu árangursmati. Býður einhver betur en það? En líðan og lífsgæði. Nei, en maður svona. Heyriði, en það búið að fara yfir margt og mikið hérna í dag. Við vitum að áskoranirnar framundan eru risastórar. 1 af hverjum 3 veikist af krabbameinum á Íslandi ef spár ganga eftir, vonandi gera þær það ekki. Og það skiptir auðvitað öllu að við reynum hér að skapa aðstæður sem að gera það að verkum að við náum einfaldlega heimsklassa árangri hér á landi. Þar skiptir skráning miklu máli. Við erum búin að heyra ótal dæmi það hérna. Og ég held að við höfum alla möguleika á að ná góðum árangri. Við höfum topp fagfólk, við höfum fyrsta flokks aðbúnað og svo framvegis. Við eigum að geta þetta ef við leggjum saman. Framfaraskrefin eru gríðarlega mörg framundan og við ætlum að taka þau í sameiningu. Það er á ábyrgð okkar allra hérna. Það er á ábyrgð Krabbameinsfélagsins meðal annars að tryggja það að hagnýting allra þeirra gagna og allra þeirra þekkingar sem að verður til í sambandi við krabbameinsskráninguna að hún nýtist
En auðvitað er það ekki síst á ábyrgð stjórnvalda að tryggja það að skipulag og þróun í heilbrigðisþjónustu taki mið af því sem við vitum. Taki mið af nýrri þekkingu. Svarið er ekki alltaf meiri þjónusta. Það sáum við í dæmi Lonneke. En við þurfum að vanda okkur, við þurfum að vita hvað við erum að gera og hvert við erum að stefna. Ég vil þakka undirbúningsnefndinni sem að var starfsfólkið sem að sinnir krabbameinsskránni fyrir að hafa sett saman alveg frábæra dagskrá. Ég vil þakka öllum fyrirlesurunum auðvitað innilega fyrir sitt framlag. Þetta voru bara mögnuð erindi og maður fer bara miklu, miklu ríkari heim. Svo vil ég líka þakka ykkur þáttakendum fyrir komuna. Málþingi var tekið upp og ég sagði hérna áðan, fyrir að það var bara einn þáttakandi kominn, að það þýðir að við getum notið þess aftur og aftur heima. Við þurfum ekki lengur að horfa á Netflix, við getum bara starta málþinginu aftur. Ég segi málþinginu slitið, nú förum við niður á fyrstu hæðina, léttar veitingar og tónar frá Sigríði Thorlacius og Daniel Böðvarsinni, gítarleikara. Kærar þakkir.